Gott kvöld, það Rauðaborðið sem tekur hér við á Samstöðinni. Ég heiti María Lilja og ætla að vera með ykkur hérna miðvikudaginn 11. mars ásamt hún Birni Þorláks. Sæl og blessaður. Sæl og blessuð. Þetta bara líður hratt, 11. mars, maður trúir þessu vel. Nei, það fer bara að líða páskafríi. Ég og úling sem var að telja niður í gær. Það er bara, ég held að það sé bara rúmar 2 vikur. Í alvöru? Já. Einmitt. Og vorið, það var svolítið svona borið á því í dag og gær hér á höfuðborgarsvæðinu. Já. Er það ekki? Jú, maður er svona aðeins einhvern veginn léttar í spori og örlítið glaðari. Já, ég sammála. Og ég er svo heppinn að vakna núna við fuglasöng í Þingholtunum. Og það er alltaf skemmtilegt skref. Já, ég reyndar vakna bara við hérna svona snjóruðningsgræju alla nóttina. En það er hérna að því að eftir að ráðuneytin hérna færðu sig set og þarna inn í hérna á skúlagötuna, hérna dómsmálaráðuneytið og félagsmála og einhverjir fleiri hérna atvinnuvega held ég. Þá varð svolítið svona stórt flæmi af bílastæði, svona malarbílastæði og það er einhver ofboðslega samviskusamur sem að kemur og mókar þetta sama stæði. Hann byrjar klukkan 4 á nóttinni og svo tekur hann svona round 2 klukkan 6 segi ég. Og hérna, alveg saman þótt að sé ekki snjór. Já, þannig að ég sendi honum kalda kveður. Já, ég hélt kannski líka þú ætlaðir að segja að þú vaknaðir við nagladekkin bryðjandi malbyggið. Já, einmitt, svo er það auðvitað það líka. Það er sársaukafull tónlist. Já. Og ég held að sé allt í lagi að bara benda fólki á það líkurnar á, sérstaklega fólk ætlar ekki að ferðast utan höfuðborgarsvæðisins, eitthvað norður í land þar sem er von á snjóum náttúrulega töluvert lengur fram eftir ári heldur en hér, þá held ég að við ættum þau sem á nagladekkjum ættur aðeins að reyna að íhuga umhverfismálin sko og náttúrulega slítið á götunum. Akkurat. Herðu, það eru svona ýmislegt hér á dagskráni í kvöld, en við ætlum aðeins að hérna svona velta fyrir okkur svona fréttum dagsins og þessu svona helsta sem að í gangi, það eru þetta Evrópusambandið. Ég held að það bara fer ekki fram hjá neinum. Ég er hætt að fara inn á samskiptamiðla bara núna síðustu 2 daga því að það er ekkert hægt að... Já, þú ert þar. Já, ég er alveg komin nóg. Já, Gunnar Smári, okkar samstarfsmaður, hafði spáð í að þjóðin yrði bara drepin úr leiðindum núna næstu mánuði og ef það verður já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst, þá verður hún kannski áfram drepin og leiðindum að minnst kosti 1,5 ári viðbót, sem er tíminn sem þær segja að þetta gæti gengið. Mér veist að hún er svolítið skammur tími, ég er náttúrulega vonaði að þetta tekið lengri tíma. Akkurat, þetta getur tekið, ég meina alveg hátt í 10 ár að ná fullri innleiðingu, hérna með svona öllum samningsatriðum sá ég eitthvað staðar. Já, er það? Já, en það er nú kannski einstæmi, ég veit ekki, en svo ferða náttúrulega bara eftir því hversu langt á veg fyrri umræður voru komnar og svona. En ég skil vel sko þessa afstöðu að einmitt bara eyða sjálfum sér á samfélagsmiðlum bara núna næstu misserin og allt það. En það er kannski ekki alveg sjálfbært til framtíðar sko. Nei. Að við erum hér á samstöðinni aðeins að reyna að bæta umræðuna og í gær þá voru 2 viðtöl ESB sem við fluttum sem að mér fannst bæði svona bara blönduð og yfirveguð. Það var ekki bara dregin fram önnur hliðin og ég held við höldum því áfram í kvöld. Við erum að reyna það að afrugla þessa ofstækis umræðu á milli neyjara og jáara. Þannig að þótt að þessi leiðinlegt, ég tek undir það að maður les alveg rosalega mikið af bulli. Já, ég held að sé aðalega þessi polarisering sko, sem að einkennir alla samfélagsumræðu einhvern veginn og þetta er ekki á það bætandi. Það er já og nei núna einhvern veginn og sko bara nývarnir sem rýtingarnir sem ganga á milli fólks á Facebook og í svona kommentakerfum fjölmiðlana. Þetta er eiginlega bara alveg með ólíkindum. Sko. Já, orðin svo landráða fólk notað og þetta er sko umhugsunarefni hvað til dæmis þeir sem ættu að ganga undan með góðu fordæmi sem eru þjóðkjörni þingmenn hvað þeir eru eiginlega að mörguleiti verstir sko í rökvillum, gífuryrðum, lygum, hreinum lygum ofta á tíðum
og þetta strembið, þetta er skrýtinn tími, en í ljósi þess að við höfum náttúrulega bæði marga fjöruna sópið og ég kannski aðeins lengur en þú í þessari blaðamennsku, náttúrulega eldri, en maður getur bara, ég man þau skeið þegar eiginlega var bara ekki vel séð af hálfu þeirra sem áttu landið og miðin að blaðamenn væru bara að impra á aðild að ESB og ég held maður verða að skoða þetta í því ljósi hvaða rosalega miklir hagsmunir og mikið ofstæki undir og sögulegt margt í tengslum við þetta bundið völdum, eignatengslum og þessari rosalega kósí stöðu sem að fyrirtæki á Íslandi eru núna. Þau bara skipta á milli sín markaði, skipta á milli sín auðlindum og ég og þú, við sitjum alltaf í súpunni, en svo eru mörg önnur líka náttúrulega bara álitaefni hvað varðar ESB sem að Það bara önnur elita, sko. Já, sem oft að skipta á milli sín bitlingunum einhvern veginn. Þannig ég verði að segja eins og bara fyrir mitt leyti, sko, mér eiginlega alveg sama. Er þetta drull? Já. Þú veist að því að það ekki eins og það sé einhvern veginn ofboðslega þægilegt og einmitt og notalegt fyrir okkur að njóta auðlindana eins og staðan í dag og ég meina þá örugglega ekkert eftir að vera það í framtíðinni hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki, þannig að þetta einhvern veginn svona, þú veist, þetta svolítið svona, ég ákveðin uppgjöf gagnvart þessari umræðu allri. Það bara heiðarlegt sko, það heiðarlegt að gangast við því. Já, en ég auðvitað alltaf mjög tortryggin á svona hernaðarbandalög og vil helst að við svona leiðum bara með friði og séum sjálfbær. Ég reyndar mjög hrifin af þeirri hugmynd. En kannski punkturinn sem ég reyna að koma að að sko þetta er rosalega svona, það er rosalegt rót og þetta náttúrulega fyrst skipti frá 2013 sem það eitthvað í gangi og það 12 ár síðan, 13 ár frá 2013 og það þurfti náttúrulega vinstri stjórnina á þeim tíma til þess að taka þetta upp sem var algjört frávik í Íslandssögunni og maður þarf held ég að fara aðeins undir yfirborðið til þess að skilja heftina, peningana, öflin og mér finnst mjög gild spurning sem hefur aðeins verið fjallað hvort Íslendingar munu raunverulega sjálfir taka upplýsta afstöðu til þjóðaratkvæðisgreiðslunnar eða hvort tæknirísarnir maka fé og Bandaríkja hattur á Evrópu með tæknibreytingum og með því hvernig þau geta ráðist inn í huga okkar með því að ýta að okkur efni, skrumskjala efni, falsfréttum og öllu því eins og við vitum á fullu hvort sko þau öfl verða sigurvegari þjóðaratkvæðisgreiðslunnar með neigi sem ella hefði mögulega orðið nei. Mér finnst þetta alveg gild spurning. Ég alveg sammála og þessi, og einmitt eins og við segjum, með polariseringunum, fólk hefur þennan tendens að fylki sér að bak við sínu fólki, einhvern veginn að baki sínu fólki og halda bara með þeim svona í blíðu og stríðu einhvern veginn en án þess að kannski setja sér inn í málinn sjálf. Ég held að ég sakna þess einmitt svolítið að það sé einhvern veginn svona svolítið lifandi upplýst umræða án upprópana. Ég meina skoðum þetta en tökum ákvörðun svo einmitt bara upplýst ákvörðun. Þá getur þú opnað samfélagsmiðlana aftur. Þá get ég loksins, ég held að sé brá geta að taka sér svolítið pásu frá þeim líka. Að því að það komið vor og svona. En að því ég nefndi Magga, hefur fylgst með vinnu heimildarinnar sem að spyrja stóra spurninga tengsl Sigmundar Davíðs, formanns Miðflokksins við vafasöm öfl. Já. Herðu, þetta þykir mér mjög áhugavert. Það heimildin segir frá því að norskur miðill hafi sagt frá þessu að ítök makarhefingarinnar annars vegar og svona íhaldsafla í Evrópu og á Norðurlöndunum séu meiri kannski heldur en að við gerum okkur grein fyrir og að svona þessi hægri undiróður sem að við höfum verið að finna fyrir, hann sé fjármagnaður af einhverjum svona fjársterkum öflum eins og Magga og þessu samhengi var nefndur einhver aðstofamaður Nigel Farage sem var með UKIP og núna með þarna, nú man ég ekki einu svona hvað hann kallast á íslensku flokkurinn hans.
Nei, og sko Sigmundur Davíð hefur ekki svarað neinum spurningum og hann svaraði ekki einu sinni spurningunni sem beint voru til hans á RÚV, hvað var það á mánudagskvöldið og þetta er áhugaverð staða. Ég myndi telja að það var ekki tæft í þessu, þá væri auðvelt að vísa þessu til föðurhúsanna. Nei, það eru líka, þau eru nefnd þarna, eins og Hlédís Maren, hún fór sem fulltrúi Miðflokksins á einhvers konar viðburði og vegum New Direction og Nordic Sidebar á Norðurlöndunum, en þetta eru einhverju svona Nordic Republicans sem eru milliliðir við Trump og hans slekti í rauninni og Turning Point. Þetta er ekkit rosalega cool félagsskapur, ekki bara nota það, þetta er svolítið svona og einhvern veginn að horfa svo á Sigmund Davíð, ég veit ekki hvort þú fylgdist með þegar Dagur B. Eggertsson hann ber þarna í þinginu ber upp spurningu hvort að Sigmundur ætli að bera af sér þessar sakir eitthvað sérstaklega og í staðin fyrir að gera það eða bara sleppa því að svara, þá bara gerðan örugglega bara, þetta var svona eins og Trump-leikrit. Þetta var bara algjörlega eftir leikjabókinni. Það voru svívirðingar langt eftir í ættir og bara svo varu einhverja svona, þú veist, ásakanir lygar og falsfréttir og en eftir stendur að það eru heimildir fyrir því að þetta sé svo sannarlega með þessum hætti. Það verður líka viðurkennast að það er mikill valdhroki fólginn í því að hafa ekki hafa lesið þessa umfjöllun en ætla samt einhvern veginn að afgreiða hana sem drasl og það er svona, þú veist, það stutt í þessa þetta lögmæti og ólögmæti, svona jaðarmiðlar eins og heimildin við kannski hér á Samstöðun og svona að maður finnur þetta stundum að af því að það er þarna þá þarf ég ekki að bregðast við því en öðru máli myndi gegna það ef rót þessar upplýsinga kemur frá Morgunblaðinu sem hefði nú sannlega seint gerst eða RÚV eitthvað svoleiðis jafnvel sín en það er margar hliðar á þessu og þú varst aðeins að nefna með áðan að þú ætlaði bara sjálfa að fara í þetta mál og leita upplýsingar. Já, mér langar nú bara að setja mig í samband við þennan norska blaðmann sem að að því fyrst að það virðist sem svo að enginn í íslensku fjölmiðli hafi hreinlega bara tekið upp símann og haft samband við þannig blaðmann sem að skrifar upphaflegu fréttina og talar þar Sigmund Davíð og Miðflokkinn. Ég ætla bara að gera tilraun til þess að setja mig í samband við hana og eins þennan aðstoðarmann Nigel Farage sem að kemur í umboði Farage þá frá Bretlandi og svo líka Trump-hreyfingarinnar einhvern veginn til þess að reyna einhvern veginn að hafa áhrif á Evrópumálin. Þetta er svona ég veit ekki, þetta er svona útópist einhvern veginn en og ég verð að vita meira. Já, hljómar spennandi. Þú reynir að ná þessu en hugsaðir ef við myndum einhvern veginn að ná Trump sjálfum á Zoom á Samstöðunni. Hvað myndir þú segja, hvað var það fyrsta sem þú myndir segja á Trump? Já, nú þarf ég að hugsa mig Já. Hvers myndi ég spyrja fyrst? Manni líður svolítið þannig að ef maður væri komin í samband við hann þá myndi maður ekki hafa fyrir því að spyrja hann eins maður myndi fyrst bara vilja tala hans við hann og segja honum Já, mitt svona kallið minn bara leggstu á betta og bara hætta að trufla okkur heiminum. Þetta er bara rosalega góð spurning ég er að hugsa með aðeins betur Ég ætla að gefa þér til morguns, svarar að setja morgun en að því við nefndum þessi RÚV þá sé ég að Vísir hefur nú gert frétt úr því að RÚV er komið með svona fyrirvara undir allar fréttirnar sína. Ég tók eftir þessu í morgun og smelti nú á þennan fyrirvara eða svona disclaimer vinnureglur fréttir og dagskrárefni á RÚV stendur sér að RÚV er óháð hagsmunum stjórnmála, viðskipta, opinbera aðila og einkaaðila. Fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggir á trúverðuleika og óhlutdrægni og svo svona hlekkur með vinnureglum og þetta eru ítarlegt skjal og ég fór aðeins yfir þetta skjal
og það eiginlega svona eins og gerð sig krafa eitthvað skonar guðleika ef maður vinnur á RÚV. Ég veit ekki alveg hvernig Ég hef vinnur á RÚV. Já, ég sé til dæmis að ég myndi aldrei fá vinnu þar. Þú myndir aldrei fá vinnu þar? Nei. Sko, þau hafa stundum, það hafa verið smá krampakippur í þessu, þau hafa stundum verið með siðareglur eða vinnureglur sem hafa verið svolítið öðruvísin og öðrum fjölmiðlum. En mér finnst það núna sko af því sem þegar ég renni yfir þetta, þau eru að ganga lengra en áður. Þau ætla auðvitað að keyra á traustinu, ná upp trausti og þau ætla að markera sig sem annan og betri fjölmiðil heldur en allt hitt. Það góðra gjalda vert, en það líka ákveðin hætta á því að sko fólk þori þá ekki einhvern veginn að vera það sjálft og þetta verði svolítið svona settlegt leikrit. En þarna RÚV líka sko, að taka sig, sko, þetta er tvíeggja sverð hérna því að RÚV líka að sko með þessu einhvern veginn að gera sig svo stórkostlega ég bara ómannlegt bara samfélagi að ef það kemur upp ég meina það óvart skrifið inn falsfrétt eða annað slíkt ég meina það búið á hreinur allt. Þetta eru reglur í síða hérna sem tóku gildi 21. mars 2024 ég hjá eftir því líka en þau þetta virðist hafa orðið opinbert í júní í fyrra og núna þetta eins og þú bendir rétt til að bara komin krækja við. Mér finnst þetta svolítið svona stórabróðurlegt og svolítið upphafið. Ég á eftir að rýna betur í þessar vinnureglur en við mögum ekki ganga langt í þessu. Nei. Með sama tíma og við getum náttúrulega ekki unnið hjá Almannaútvarpinu og verið hver sem sko. Nei, Heiðar hann fréttastjóri, hann segir svona hann segir hérna á Vísi að við búum í heimi þar sem ofgnóttu upplýsingar frá óritstýrðum fjölmiðlum sem ekki lúta neinum vinnureglum eða siðareglum hvolfist yfir lesendur og menn viti ekki hvað býr að baki. Hann vill meina það, þetta sé eitthvað svona sannleika vottorð. Já, sko, ég talaði við gamlan RÚV-ara daginn. Hún benti á að það væri löngu liðin svo tíð að öndverðra sjónarmiða væri leitað í fyrstu frétt sko og það voru alls konar prinsip og vinnureglur hjá RÚV áður sem að RÚV hefur nefnilega bara poppast upp og við höfum séð hérna RÚV að sinna alls konar dægur menningu sem að áður var meira í höndum keppinauta og ekki keppinauta, þetta RÚV á enga keppinauta. RÚV með belti og axlabönd og það á hérna opinberu framfæri og RÚV eini fjölmiðlinn sem á ekki þurfa að áhyggjur af markaðsþrýstingi, auglýsinga, hagsmunum, viðskiptaöflum og öllu því. Og mér finnst sko á sama tíma og þessar hörðureglur koma þá höfum við séð í reynd RÚV færa sig meira og meira inn á svið einkamiðlana einu sinni var rætt hvort frétt væri það sem fólk þyrfti að vita og ég held að RÚV hafi einu sinni starfa svolítið eftir því að þegar við ákvæmum að birta frétt, vinna frétt, þá var það eitthvað sem okkur upplýsingaskyldan bara. Já, bara þyrft að vita. En núna sjáum við að þau skera sig að engu leyti frá engamarkaðinum og það eru svona skúpgrettan eins og ég kalla það. Tímarhagsfréttir, þær hafa verið sagðar núna ástulógumálið eitt þeirra. Vinnubröð sem að maður hefði talið að hefðu ekki verið ástunduð á miðlum eins og RÚV. Þannig að mér finnst líka ekki samræmi á milli framkvæmdar fréttastefnu í dag og þessara guðlegu Nei, það eitt dæmi sem ég get nefnt og ég tók sérstaklega viðtal við hann Heiðar Örn fréttastjóra hérna fyrir ábyggilega 1,5 ári síðan vegna Gaza það sem ég var svona bara fyrir þessar spurningar hvort að það færi ég meina þau væri með eitthvað filter á því hvaða fréttir þau væru að taka því þau nota bara ákveðnar fréttaveitur þau eru að nota AP og Reuters þau fá sem sagt bara fréttir frá miðlum sem að hafa hefur verið fært
hefur verið sannað að hérna eru nokkur hlutræðir í umfyllun sinni þegar kemur Miðausturlöndum, hérna bandarískum stjórnvöldum og þar fram til götunum. Þannig að í rauninni, sko, ég veit ekki, kannski ætlaðu að fara að vinna erlenda fréttir sjálf. Já, svo líka bara annað, það ágætt, sko, þú ert með kremjum sionisma á tölvunuðinni og frjáls Palestínu og við vitum alveg úr hvaða átt þú kemur. Já. Og allt sem þú segir okkur og hugsar, við erum ákveðna breytur til þess að rýna í þinn málflutning. Ég nefnilega alltaf haldið því fram að það væri bara óbærslega gott fyrir fólk að vita hvar fjölmiðlafólk stendur. Já, og engin manneskja hlutlaus og svo sem leitar í blaðamennsku aldrei hlutlaus. Það alltaf einhver meining, skoðun, samfélagspólitík í því hvernig við veljum okkur vinkla og það alveg eins með starfsmenn Ríkisútvarpsins eins og aðra. Og ég hef sagt það hérna áður og ég ætla bara að segja það aftur að góð ritstjórn á fréttastofu RÚV væri Andrés Magnússon eða Stefán Einar og Gunnar Smári við hliðina Ég veit bara ekki hvort að Mundinett vilja vinna með þeim. Nei, það reyndar önnur saga. Ég veit ekki hvort þau fyrir þangað en skilur hvað ég á við að ég held að Ríkisútvarpið ætti ekki að vera að filtera sig og þykjast vera háheilagt. Nei, engin með neinar skoðanir. Ég held að þetta þvert á móti að hafa hugrekki til þess að stilla upp fréttamönnum með ólíkan bakgrunn, ólíkar skoðanir og við gætum það bara að vita úr hvaða átt væri talað. Eða við getum bara hort á samstöðuna. Svo það. En hún nú kannski eins vinsæl eins og raun ber vitni af því að við erum ekkert að reyna að fela hérna skoðanir okkar oft. Það koma bara ópenbarlega fram þannig að fólk getur bara annað hafnað þeim eða vera sammála þeim en það býr allavega yfir einhverjum upplýsingum. Já, en svo er þetta líka bara svona, við erum auðvitað líka bara forvitin fólki sem við ræðum við, alveg sama þótt að sjá öndverðu með því, þá ég er allavega þannig að mér langar alltaf svo að skilja fólk. Ég er alveg óbúslega forvitin og mér finnst bara alveg ótrúlega tilhugsun að það séu bara einhver svona einhver svona meintir makaliðar sem bara ganga sömu götur og ég. Mér finnst þetta alveg bara ótrúlega bilað og ég vil vita allt þá. Og eitt langar mig líka að segja að ég er ekki flokkspólitískur. Ég mun skila auðu sýnist mér í borgarstjórnarkosningunum og ég hef skilað auðu í alþingiskosningum og ég veit ekkert hvaða flokki myndi kjósa í næstu alþingiskosningum. En ég er mjög samfélagspólitískur og ég sé ekki hvernig hægt að búa yfir, ég sé ekki hvernig hægt að hafa tök á þessu djópi ef þú ert ekki samfélagspólitískur og ef þú þykist ekki hafa einhverja hugmynd hvað sé meinsemd, hvað þyrfti að ræða, hvar væri hægt að gera betur, ýmislegt varðandi jöfnuð, ójöfnuð, alls konar mál og hvaða fólk sjáum við enda á fréttastofu RÚV eftir 15-20 ár, verða þetta nytsamir sakleysingjar, allt saman. Skoðanalausir og hafa þá enga burði til þess að greina það sem skiptir máli en það sem skiptir engu máli. Það er kannski bara hægt að búa til botta. Ég held þeir hafa nú engar skoðanir. Ég held að Heiðar vinur minn fréttastjóri ætti aðeins að pæli þessu. Já, ég er sammála. En talandi pælingar vanhæfi ráðherra, þú ætlar að ræða ýmislegt við Gísla Tryggvason. Já, réttur er settur. Þetta er liður sem er á dagskrá hér að jafnaði á 2 vikna fresti. Gísli Tryggvason lögmaður er glöggur, náttúrulega með mjög áhugaverðan feril, stjórnlagaráðsmaður og vill náttúrulega breytingar á stjórnarskráni og talsmaður neytenda fyrrum og við ræðum ýmis fréttamál meðal annars hvað hefði verið gott ef við værum búin að gera breytingar á stjórnarskráni áður en við förum núna til ESB-ferðalag og svona hvað það þýðir það ferðalag í stjórnsýslulegu tilliti og af því þú nefndir hagsmuna áræðsturinn, ráðherrans meinta eða mögulega þá ræðum við aðeins starfsmannamál á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri þar sem að forstjóri segir upp samstundis eftir að forstjórinn fær að veita að það verður ekki sjálfkrafa lengdur embættistími og það sem er klaufalegt í málunum er að Alma Möller á mann, lækni og hann hefur semst hagnast einhverja 40 milljónir held ég og þannig að þannig er fjárhæfur hennar sjálfrar komin inn í þetta minnir að einhver leiti pínlítið á Ástulóu málið þegar hún hringir í
fyrir ekki Ingu Sæland Já. málið, þegar hún hringir skólameistara og er brjáluð út af einhverjum skóm Já. sem hún hélt að væri týndir. Akkurat. Og svo fær svo samflokks ráðherra hennar sem er komin í hann segir svo kippir ráðningarsambandinu úr sambandi við hennar skólameistararáður. Þetta er eitt af því sem við ræðum og fréttamiðlar hafa svona aðeins tiplað á þessu og kannski verið með einhverja heimild eins og þingmann Ingibjörgu Ísaksson sem hefur aðeins verið fyrirspurnum þetta á þingi, en ég veit ekki hvort þetta verður eitthvað eða þetta er allavega eitt af því sem þess verið að ræða. Þannig að réttur er settur hjá okkur Gísla, við endum þáttinn á því. Já, endum þáttinn á því, en þú ætlar að vera með íþróttir hérna líka. Já, ég er mikill baráttumaður þess að við til dæmis hættum að skilja á milli lista og íþrótta og við nálgumst listir og íþróttir einhvern veginn með svipaðar aðferð og svipuðu hugafæri. Og ég fæ hérna ansi snjallan viðmælanda. Hann heitir Ellingur Jóhannsson, íþróttafræðingur, doktorsgráð frá Noregi. Hann bjó 16 ári í fyrirheitnalandinu í Noregi sem að þeir tóku flest ólympíu verðlaun núna á vetrarólympíuleikunum, ekki fjölmennari þjóð. Og hann ætlar að fara yfir með mér annars vegar þessa íþróttamenningu sem þyrfti að vera til þess að allir geti tekið þátt og líka afreksstefnu. Og eitt af því sem kemur fram, sem ég ætla bara að upplýsa hér og nú, er að það væri góð hugmynd að börn sem ekki vilja keppa, þau sé ekki sett í þær aðstæður að keppa. Og það er núna uppi hugmynd að þú hafir val sem foreldri barn sem vil fara í íþróttir, að þú og barnið þið bara ráðið því hvort það þurfi að keppa. Ég sem kvíðabarn, þá átti ég mjög erfitt með að vera í íþróttum einfaldlega vegna þess að ég höndlaði ekki að keppa. Þetta var bara alveg hryllilegur. Mér fannst gaman á æfingunum og skemmtilegt með krökkunum, en ég sá fyrir mér einhvern veginn svona klúðra alltaf á móti. Ég hefði sund og svona ýmislegt annað, en þetta var mér mikið hjartasmál að fá að sleppa því að keppa, en þetta var bara ekki boðið þá. Ekki boðið þá? Nei. Þetta er mjög áhugavert þú segir þetta. Ég líka hef heitt fólk sem er svo mikið prófkvíða. Það getur ekki staðið sér vel í prófi. En alla aðra daga ársins þá myndi það fá 10. Það væri ekki raunverulega í prófi. Einmitt. Þetta var eitthvað svona að vera settur svona on the spot og í mikla, þetta var óbúslega fyrir mér, og svo ég yngri systur sem var svo mikil keppnismanneskja. Hún var í unglingalandsliðinu og var í svona einhverjum ólympíuhópi og þetta við vorum, þú veist, tiltölulega svipað uppeldi og stutt á milli okkar þannig, en bara svona ólík börn að upplægi. Ég vildi vera í félagskeppnum en hún vildi vera að vinna mót, þannig að þetta var svona og öll börn ætti að geta passað bara með því fororði sem að börnunum finnst best. Þannig að við ætlum að fara yfir þetta. Akkurat, og svo eru reynsluboltar. Já, það er tókst það alveg bara prýðilega til. Maður veit nú aldrei hvernig svona þættir fara þegar maður er að blanda saman fólki sem hefur kannski ekki hist áður. En í dag þá er Árni Guðmundsson, forvarnarfulltrúi, Andri Skúlason, landverndar maður og Erna Bjarnadóttir sem að skrifa mikið núna gegn ESB og þau bara blönduðust ansi vel og ég vil bara meina það umræðan sem að nokkur leiti hverfust með ESB, ég bara fyrirgeðu, ég er sekur það að hafa stýrt í þannig, bara góð umræða og ýmislegt sem bara góma. En þú ert nú þú ætlar að fara fyrsta stað. Hvað ert þú með? Já, ég ætla að fara bara eftir auglýsingar í svona talsvert þyngri mál. Það hefur borið svo litið á því eða það hefur verið sagt frá því að það hefur orðið fjölgun í alvarlegum brotum, kynferðisbrotum, heimilisofbeldismálum og því líku. En Jenny Kristín Valberg, teymistýra í Bjarkarhlíð, og Guðný S. Bjarnadóttir sem er stjórnarformaður Vitundar. Þær ræða við mig hér án þess að fara í einstaka mál. Þá ræðum við aðeins þessi svona hópnauðgunarmál sem hafa verið að poppa hér reglulega upp í fjölmiðlum. Eitt nýlegt frá hverju um helgina. Akkurat. Við fórum aðeins yfir það
svona ástæðnar sem kunna að liggja á baki þess að meintir gerendur voru ekki nefndir í gæsluvarðhald, eitthvað sem að svona margir voru mjög hissa yfir. Sérstaklega það sem að einn meintur gerandi hefur ofbeldissögu, þannig að þetta svona, það svona margt í þessu. Það var ásetningur líklegri. Akkurat, og við ræðum þetta svona, á almennu nótunum, við erum svona svolítið að velta fyrir okkur hvað í ósköpunum getum við að gert, og ég meina það hefur ýmislegt áunnist, það svona innan kerfis eru ýmis úrræði, en samt sem áður þá virðust við ekki geta komið í veg fyrir svona hrylling og aukningu á svona hryllilegum brotum. Og þetta svona svolítið það sem við erum að ræða, en eins líka bara hvernig við eigum að taka utanum menn sem gera svona og hvernig við eigum að fá þá til að taka ábyrgð og einhvern veginn svona umlíkja þá innan samfélagsins til þess að þeir brjóta ekki af sér aftur. Þannig að það margt í þessu. Þannig að þær koma Jenný Kristín Valberg, teymistýra í Bjarkarhlíð, og Gunnýja Spjarnadóttir bara eftir örstuttar auglýsingar. Þannig að dóki ég við. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Við viljum að okkur verði miskunnað og við skulum miskunna öðrum. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á miskunnsemi. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is, og hafðu samband. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru á YouTube. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðu gestir. Jenný Kristín Valberg, teymistýra hjá Bjarkarhlíð, og Gunnýja Spjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar. Verið velkomnar. Takk. Ég sagði það við ykkur hérna frammi. Þið eru svo ágæta konur, þið komið alltaf hérna af svona svolítið umurlegum tilefnum og alltaf tala svolítið leiðilega og vonda hluti, en einhver verður að gera það. Og ég þakka ykkur fyrir að standa í því. Það svona, ástæðan fyrir því að ég kallaði ykkur hingað í dag hún svona tvíþætt. Það er þetta fjölgun svona alvarlegra kynferðisbrota í samfélaginu sem mikið áhyggjuefni, og svo eins líka ég meina það kom upp mál hérna bara síðustu helgi sem hefur farið mikið fyrir í fjölmiðlum, einfaldlega vegna þess að meintur gerandi allavega einn af þeim frægur. Það er svona ýmsar spurningar sem vakna, og ég veit að ég kannski byrjum með þér, Jenný. Þú fylgist náttúrulega vel með þessu og tekur á móti þolendum. Hvernig fer bara svona fjölmiðlafár með þolendur?
Bara það sem við höfum heyrt í Bjarkarhlíð að þegar þolendur koma til okkar að þetta fer mjög illa með þolendur. Bæði eru þau verða fyrir mjög alvarlegum brotum oft á tíðum og svo eru einstaklingar að hafa skoðanir á því og eru svona að og eru að skrifa á stundum mikið þetta og maður sér það inn á lokuðum hópum að og þegar þeir hafa kannski reynt að stíga fram og beðið svona kannski þá sem að stýra þessum hópum að hafa eitthvað heimil á orðræðinu, þá sér maður líka að það kemur svolítið sterkt viðbragð frá þeim sem að telja sig hafa einmitt rétt á alls konar skoðunum, þannig að þetta getur verið mjög flókið og er oft svona veldur því að berskjöldunin í kringu broti verður meiri oft á tíðum og auðvitað áfallið getur orðið stærra. Við viljum kannski ekki að fjalla neitt hér einstök mál en það sem mig langaði svolítið að ræða við ykkur til dæmis og ákvörðun dómara á Akureyri að úrskurða ekki í gæsluvarðhald þá sem eru grunaðir í hrottalegri nauðgun sem átti sér stað þar á helgina. Þú hefur aðeins verið að skoða þetta með gæsluvarðhaldi, eða ekki Guðný? Jú, ég hef verið að skoða þetta og auðvitað fylgist alltaf mjög vel með þessu og það er auðvitað alltaf þannig að þetta vekur alveg jafn mikla reiði í hvert einasta skipti sem svona grafalvarlega ofbeldismál eru að koma upp og gæsluvarðhaldi er ekki beitt og heimil til gæsluvarðhalds er eitthvað sem við þurfum að fara kannski að skoða og endurhugsa vegna þess að við vitum að þetta svona mál taka jafnvel einhver ár í réttarkerfinu í rannsókn og fleira og gæsluvarðhaldi er bara hægt að beita 12 vikur í senn og svo er þetta framlengja ef að ástæða þykir til en þá veltir maður líka bara fyrir sér ástæðunar getum við kannski skýrt þar aðeins betur og gert þar skilmerkilegri í dag er það þannig að það getur verið rannsóknarhagsmunir eða eitthvað slíkt og mér þykir bara ótrúlegt að ekki það ég tala eitthvað tiltekið mál en þegar þú ert með meintan geranda eða sakborning sem að á sér sögu ofbeldi og langa sögu ofbeldi það þykir mér mjög skrítið að beita ekki þessu úrræði. Þetta, það voru sagði fréttir af því í gær einmitt að það svona sambarilegt mál, það var gefin út ákæra bara, ég held að það hafi verið í gær, það svona hópnauðgunar mál, það sem að það kom upp svona sama umræða í rauninni fyrir ári síðan þegar það kemur upp á yfirborði að það eru að minnstu kosti 3 gerendur þeir eru ekki settir í gæsluvarðhald eða og það er svona var svona velkjast í smá tíma þannig til að var tekin svo loksins ákvörðun að gera slíkt og maður velti fyrir sér ef að heimildin er til staðar af hverju ætli hún sé ekki nýtt? Mig, ef ég má skjóta þetta inn í þá gruna mig að það sé vegna lengd rannsóknar, mögulega, ég veit það ekki, en engu að síður, ef það er ekki hægt að beita gæsluvarðhaldi, þá þykir mér bara eðlilegt að þessi skoða leiðir til þess að tryggja öryggi brotaþola. Mér finnst það bara absolutt eitthvað sem maður þarf að fara að skoða hans betur, vegna þess að það er ekkert nálgunabann, það er ekkert sem segir neitt. Ég veit að í mínu tiltekna máli þá var mér tjáð að sakborningi var sagt að hafa ekki samband við mig en hann getur samt mætt hvert sem er þú veist, og það er eitthvað sem brotaþolar auðvitað lifa við í dag og það er mjög, mjög erfitt Við gerendur auðvitað alls konar, það er auðvitað svolítið svona þekkt stærð að þeir neita staðfastlega yfirleitt fyrir brot sín, það er mjög erfitt, sönnunarbyrðin er mjög þung í þessum málum og það er fram undir götunum og við höfum oft rætta við borð við hinn ýmsu tilefni hvort það sé ekki komið tími til þess að bara útbúa sér úrræði fyrir þessi brot, fyrir ofbeldisbrot, ofbeldi í nánum samböndum, kynferðisbrot og heimilisofbeldi og þar fram eftir göttunum. Sjáu þið fyrir ykkur eitthvað svoleiðis geti virkað? Jú, við höfum auðvitað oft talað fyrir því að það er flókin mál ofta kæra kynferðisbrot og mikil berskjöldu sem því fylgir bæði auðvitað endur upplifa brotinni gegn skýrslutöku og svo aftur kannski þegar málið dómtekið og svo má ekki gleyma því að ef það er sakfellinga þá er birtur dómurinn og hann er aðgengilegur öllum þannig að mörgum þolendum finnst það mjög þungt og á afhjúpandi að
að allir geti í rauninni séð kannski þetta erfiða viðkvæma brot sem hann var framið og og einhvern veginn séð það ljóslefandi fyrir sér, þannig að þetta hefur líka verið fælingamáttur fyrir fólk að reyna að kæra brot út af þessum þáttum. Og varandi heimilisofbeldi líka, þetta er mjög flókin málaflokkur, sérstaklega átt barn eða börn með geranda, að og þar svo að fara í gegnum sáttameðferð sýslum og svo verið foreldrasamstarfi, að þið geta ímyndað hvernig það foreldrasamstarfi er að fara að líta út og hvað afleiðingar það hefur líka fyrir börnin. Þannig að það vantar auðvitað eitthvað einhver úrræði sem að grípur þennan hóp, þannig að, og fyrst og fremst kannski það og þegar við tölum síbrotafólk að bara almennt séð að þú veist, hvernig þú veist, það fyrsta sem að þú veist, einstaklingur sem er með þannig hegðun þarf að gera reyna að taka ábyrgð og hvernig á að hjálpa þessum aðila að taka ábyrgð. Auðvitað eru ýmsir einstaklingar sem maður bara ætla aldrei að taka ábyrgð, en þá eru þeir kannski orðin sérstök ógn við samfélagið og þá einhver ákveðna hópa að sem þeir eru að targeta sérstaklega, eins og ef við tölum kynferðisofbeldi og þá að ef að gerendur sem eru það flestir karlar og eru að beita konur kynferðisofbeldi og og svo líka bara þessi hugmyndum bara eins og til dæmis hvað er ofbeldi? Þú veist, ofbeldi verður ekki út af því að þú ert svo brjálæðislega ástfangin af skotin í einhverjum að þú heimur þig ekki eins og mýturnar hafa verið. Þetta er í rauninni náttúrulega bara, þú veist, þetta er aðför gegn ákveðnum hópum og þetta er náttúrulega bara ég ætla að leiða mér að segja bara hatursglæpir að það sem að ákveðni einstaklingar sem eru að leyfa sér að nota þessa hegðun til þess að brjóta aðra niður, undirskipa þá og hafa þessar þú veist, gríðarlega alvarlegu afleiðingar sem þetta hefur. Og þetta hefur miklar afleiðingar, svona brot. Þú talaður það í fréttum í gær að það væri, þið mælduð ákveðna aukningu í svona alvarlegum brotum og það hefur komið til Bjarkarhlíðar, talsverður fjöldi síðasta ár sem að bar þess merki að hafa orðið fyrir mjög alvarlegu ofbeldi. Guðni, þú ert í þínu starfi, talaður mikið við þolendur og en svo er alltaf svona ég veit ekki, í þessu samtali þá er alltaf verið að tala um að við þurfum einhvern veginn að fara að fókusera á gerendurna líka og mér langar svo að ná utan það einhvern veginn svona hvernig getum við bara eins og í þessu tilfelli helgina það sem er rosalega frægur einstaklingur og hann er plasteraður á alla fjölmiðla að ég get ekki að það gert en ég hef áhyggjur af manninum bara svona þó hann hafi framið hræðilegan glæp þá vil ég ekki að þú veist, það kom eitthvað hryllilegt fyrir hann eða hann, þú veist, skaði sig eða eitthvað svoleiðis og þá aftur líka lítur maður til ábyrgðar dómstóla og að þú veist, að hafa hann ekki í haldi eða einhvers konar úrræði á meðan það er verið að greiða úr þessu skilja hvað ég er að fara. Þetta veit ég ekki nákvæmlega forsendur þessu tiltekna máli en það eru alltaf þessar umræðu gerendur að það verðist vera að fólk er erfitt með að sjá að einstaklingur sem getur gert góða jákvæða hluti getur líka gert mjög slæma og alvarlega hluti og það verða svona fylkingar með á móti og það getur orðið bara mikil hatursorðræði í kringum þessi mál sem auðvitað bitna líka þolendum og að einstaklingar hafi með sterkar skoðanir það hvort einhver einstaklingur sé sekur eða saklaus og það er auðvitað bara alls ekkert okkar að fara inn í það umræðu. En ég enn og aftur hefur mestar áhyggjur af vegna þess að við vitum það hjá okkur og þú vísar einmitt í áhættumat sem við erum að gera. Það er að við tökum saman hverjir af okkar þjónustunotendum hafa orðið fyrir 3 svona birtingamyndum sem hafa alltaf leitt til alltaf verið til staðar þegar að ofbeldi í nánu sambandi hefur farið að versta veg. Það er að gerenda hafa tekið líf þolenda síns. Og það er ef það er ítrekað kynferðisbrot og það er eldarhella-hegðun og það eru kyrkingatök. Og það er rétt hjá þér að það voru 35 einstaklingar 2024 og 40 einstaklingar á síðasta ári sem að upplifu þetta sem við getum kallað verulega hættu í sínu sambandi.
að það sem er gerandi er að beita þessum þáttum sem hafa alltaf verið til staða þegar að mál fara vestaveg. Og við höfum þetta áhyggjur af því að þegar að, þú veist, eins og mál þegar, þú veist, eins og við erum að vinna þetta, við erum að styðja við þolendur í gegnum og þau eru ofta að reyna að fara úr ofbeldissambandum. Og það sem við sjáum bara alltaf er það að gerandinn, hann er ekki búin að sleppa tökum á þolendunum þegar hann komin á stig 1 og búin að ná að að í rauninni að fanga í rauninni nýtt fórnarlamb. Þannig það er engin ábyrgð. Og það er, og jafnvel þótt að það sé verið að flagga þessum ofbeldismerkjum víða í kerfinu okkar, að þá er ekkert sem að segir að gerandi þurfa að taka ábyrgð. Og meiri segja bara dómar og menn fara í fangelsi og setja af sér. Það er ekkert sem að segir að einstaklingurinn hafi tekið ábyrgð í því ferli. Þannig ég held að vandamáli okkur er þessi skortur á ábyrgð. Að hvar á ábyrgðin að vera, hverjir eiga að taka ákvörðun að reyna að fá gerendur sérstaklega, og bara alla gerendur, en sérstaklega líka bara, þú veist, að áður en að síbrotamenn sem eru að valda svona alvarlegum alvarlegum skaða hjá fólki, að þú veist, hvað á að gera við þessa einstaklinga. Þú veist, þeir ætla kannski aldrei að taka ábyrgð, en hvað ætlum við þá að gera við þá? Já, ég held að það sem er mikilvæg punktur og líka bara til að koma inn á það að náttúrulega flestir sakborningar eða gerendur í svona málum neita sök. Og þá spyrir maður sig hvar setjum maður þá, vegna þess að það er bara mjög erfitt að fá fólk til þess að taka einhverja ábyrgð ef það náttúrulega neitar sök og finnst það mögulega ekki vera ábyrgð að hafa gerð neitt rangt. Hvernig fáum við einhvern veginn bara svona samfélagslega, því að við erum einhvern veginn, sko, maður svona fyllist reglulega vonleysi. Þegar ég er búin að vera í þessu, og einhvern veginn svona lifa og hrærast í þessu í einhverja, allt og langa tíma allavega. Og maður einhvern veginn svona, maður sér smá svona árangur og síðan verður bara eitthvað svona bakslag og maður upplifir svolítið svona eins og við séum alltaf á svona núlpunkti reglulega. Það eru til alls konar góð úrræði fyrir þolendur og fólk að vinna sig út úr ofbeldi, en það er kannski síður til eitthvað svona samfélagslegt, ég veit ekki hvort það er þekking eða bara úrræði fyrir menn eða konur sem bara beita ofbeldi að einhvern veginn svona takast á við það, að hafa það, gert það. En við höfum nefnilega góð úrræði til þess á Íslandi. Já, við höfum heimilisfrið sem hefur áratuga reynslu á því að vinna með gerendum af öllum kynjum, heimilisofbeldis, og það er mjög fjársvelt úrræði og það er mjög mikið að tækifærum þar að þegar að mál komu upp að vísa í úrræði þangað, vegna þess að þar sést bara mjög skýrt hverju taka ábyrgð og hverju taka ekki ábyrgð. Annað úrræði sem er fyrir gerendur kynferðisofbeldis er Taktu skrefið og frábærir líka, sérfræðingar þar á bakvið. Og ég myndi vilja sjá að þetta væri miklu meira notað, þessi úrræði. Varðandi þetta að neita sök, að það er líka, þú veist, út af því að við erum bara með þennan dómstól sem er á mjög háu, hvað sem það er hár þröskuldur að vera dæmdur, þú veist, í héraði landsrétti eða þú veist, á Íslandi, vegna þess að þetta hefur verulegar afleiðingar og þetta hefur afleiðingar á félagssauðin okkar, þetta hefur afleiðingar á hvort að við getum haldið ekki að starfin okkar eða þú veist að við megum kannski sinna ákveðnu stöðum, bara vera bara á ákveðnu stöðum í samfélaginu. Þessi fylgir auðvitað töluverð útskúfun, þannig að þá má spyrja sig, þú veist, að hvað gæti komið til eitthvað annað sem væri hægt að reyna á undan í ákveðnum málum, ekki öllum málum, algjörlega og alltaf ef að þolandi vill það, að ef að menn myndi bera minni skaða af því að viðurkenna að eitthvað hafi, þú veist, hvort sem að var ásetningur ekki. Að við erum líka átt okkur því að í sumum brotum, alls ekki öllum, er ekki endilega ásetningur. En í öðrum brotum er skýr ásetningur að og hvað gerum við? Að við í rauninni gerendur sem hafa ásetning á því að brota af sér, þeir þurfa væntanlega að fara í mjög þétt prógram hjá aðilum sem munu hjálpa þeim að skilja af hverju þau eru að
haga sér á þennan hátt sem þau haga sér og þú veist, og hvað að í samskiptum þeirra við annað fólk. En ég held að varðandi viðurkenningu og ábyrgð að það ef að afleiðingarnar væru kannski aðeins minni í sumum tilvikum, bara algjörlega halda því til haga. Ég ekki hlynnt þessu í öllum tilvikum, en í ákveðnu tilvikum þá gæti þetta gengið. Og þá kannski, eins og uppbyggilega rétt við segja eitthvað slíkt, að þá gæti þolandi fengið í rauninni viðurkenningu á því að það var brotið gegn honum og að ef að gerandi er tilbúin að axla ábyrgð, að þá getur þetta orðið mjög gott skref fyrir báða aðila. En til þess þarf gerandi að vera tilbúin að fara í þessa vegferð líka. Og þetta einhvern veginn, þetta hljómar svo auðvelt einhvern veginn, en þetta þetta ekki auðvelt og við vitum það og þekki það að þetta ekki svona, að því að og svo þetta líka svo ólík mál. Hvert einasta mál algjörlega einstakt og það svo erfitt að fella lagabókstafinn að hverju og einu máli einhvern veginn, því að hann bara formfastur. En málin þetta alls konar og það líka mismunandi hlutir sem að þolendur vilja fá út úr því að kæra eða segja frá eða hvernig sem þau bera sig að. Sum vilja, eins og segi, bara fá viðurkenninguna. Önnur vilja fá eitthvað skonar bara svona, ég reglu á það, bara svona, ég svona sátt það, hver á að vera hvar og hver á að víkja og annað slíkt, ég hef heyrt þannig mál. Og já, sem mjög mikilvægt, að bara í rými, í almenna rými, hvort okkar á að víkja. Akkurat. Að og það til dæmis í uppbyggilegri réttvísi veit ég, að það farið yfir það þar. Að þá það bara samkomulega það, þannig að, og þetta skiptir allt gríðarlega miklu máli. Því að þetta svo mikil óvissa sem þessu fylgir og og við sjáum það líka bara að í Bjarkarhlíð að stundu koma einstaklingar sem eru að tilkynna mál sem að hafa ekki lengur lífdaga og það að þú veist að þau eru fyrnd og það ekki hægt að hafa rannsókn á þeim og þú veist að það ekki hægt að láta þau fara þessa leiði gegnum kerfið en bara það að setjast niður með lögreglunni og hugsa bara ég búin að fara út allt, ég búin að fara í viðtölu á Kvennaathvarfinu, ég búin að fara til sálfræðings, ég búin að tala við lækni minn, ég búin að koma í Bjarkarhlíð, búin að fara til Stígamóta og og ég næ ekki bara þessari closure, en það setjast niður með lögreglunni og lögreglun tekur þetta bara eins og skýrslu og ef að meintu gerandi á lífi þá fær hann bara bréf það að þetta hafi verið tilkynnt til lögreglunar en á sama tíma, þú veist, ef að máli fyrrt, það ekki lifandi lengur, þá hún líka tjáð að rannsókn mun ekki fara fram en bara þetta að máli rati kannski einmitt að borð lögreglunar, það sé viðurkennt, það sé tekið við því. Við höfum séð að þolendur hafa bara svona, þetta hefur verið svona loka hnykkurinn í þeirra vegferð í að geta unnið sér frá áföllum sínum. Ég tek bara heilshugur undir þetta. Mér finnst þetta bara ofboðslega mikilvægt verkfæri og mikilvægt skref sem að þolandi geta tekið og bara einmitt eins og segir að fá closure. Oft þetta hangir yfir þolendum í fleiri ár eða áratugi jafnvel. Og það svo gott að hafa úrræði þar sem getur svona klára þetta svolítið fyrir þig. Af því að þó að, eins og ég talaði að landssamráðsfundinum, að þó að maður fá ekki viðurkenningu frá gerandanum, að þá getur maður mögulega fengið viðurkenningu í gegnum réttarvörslukerfið. Og það bara ótrúlega mikilvægt og bara að fólk segir bara ok, ég trúi þér og þetta kom fyrir, við ætlum að taka hérna skýrslu, skilurðu. Mér finnst það bara ótrúlega sterkt og myndi bara vilja sjá meira af því fyrir þeim sem að það hendar. Algjörlega, og það líka bara einmitt mikilvæga punktur að það eru alls ekki allir sem að einhverjum ástæðum vilja kæra. Það getur verið að þú bara hafir ekki trú á kerfið, það getur verið að þú bara treystir ekki til þess og það getur verið að þú veist milljón ástæður og allar gildar. En það líka mikilvægt að segja því að það hægt líka að koma og bóka málin. Og ég veit að lögreglan núna að vinna eftir því að þú veist að telja til dæmis hversu mörg mál eru bókuð og hvern geranda, hversu margir þú veist mörg brot þolandi að verða fyrir, til dæmis að ég kemur tilkynni þú veist ítrekka brot, það verður allt saman skráð að þú veist að hversu mörg brot ég að tilkynna en líka varandi gerendur og það hægt að gera öryggisráðstafanir, það ef að það eftirlit með þolandanum eða hótanir eða ógnanir eða hvað sem þá hægt að
að gera öryggismat og það hægt að krækja upp númer, það þýðir að ef að bara allir í rýmunu ringi í 112, þá sá sem með krækjuna númerina, það samtal fyrir fyrst í gegn. Stoppar ekki neðaverði, fyrir á fjarskiptamiðstöð lögreglunar og þar kemur fram bókunin, þannig að útkallið þá í samræmi við þessa bókun, þannig að þau vita hvert viðbragðið Og þetta auðvitað mikill öryggisþáttur vegna að ef ykkur hringir á lögreglu, þá ansi vist að gerenda reyna að ná honum símanum, þú veist, og annarkvort að slökkva samtalinu eða skemma síman, þannig það þá allavega búið að láta vita og þetta skiptir miklu máli og það skiptir lögregluna máli að vita af brotum, hvort sem að þau eru einstaklingun allir einhvern tímann að kæra þau ekki og oft það líka þannig að þú veist að þú ert ekki tilbúin að kæra á þeim tíma bara í kringum þann tíma sem broti hefur verið framið. Það þetta bara margt annað sem að þarf að huga að. Það bara andlega og líkamlega heilsa, það bara þú veist að reyna að tryggja öryggi sitt eftir besta megni og þú veist og bara einhvern veginn að ná aftur undir sig fótunum eftir þetta mikla áfall sem oft verður. En ef að búið að bóka þá alltaf hægt að opna þessa bókun aftur. Kannski bara árum síðar að ef einstaklingurinn hefur svo, þú veist, seinna í lífinu bara einhverja svona einmitt, bara hugsa bara í daginn, herði, ég ætla bara að kæra þetta, að þá alveg gott að hafa verið búin að bóka það og fyrir utan það að það þá allavega að búa tilkynning til lögreglu brotin og hver, ef að fólk veit það, hver meintur gerandi Að því að við erum að sjá svona, ítrekkað í fjölmiðlum sagt frá mjög alvarlegum svona ofbeldisbrotum, kynferðisofbeldi, hvað erum við að gera vitlaust? Bara svona sem samfélag, því að við erum búin að vera, ég meina það hefur svo margt áunnist og það, þú veist, eins og þið hafi verið að benda á hérna, það úrræðin eru til staðar, jú, þau eru sannlega fjársvelt að mörguleiti, lögreglan hefur tekið miklum svona skakkaskiptum bara í í meðferð sinni á gagnvart þolendum og ég þekki það sjálf að hafa farið í gegnum það ferli fyrir einhverjum áratugum og svo stutt mannesku í gegnum sama ferli bara fyrir ekkert svo lengur síðan. Það himinn og haf þarna á milli og það er vel. En það eru samt þessir menn þann úti sem að standa í þessu að beita svona grófu ofbeldi og maður skilur ekki alveg þú veist, hvar mistu þeir af lestinni? Af því að við ætlum ekki að vera svona samfélag. Nei, og þetta vonum maður farsælt barna að það breyti töluverði vegna þess að það eru auðvitað mikið af börnum sem að, þú veist, að alast upp við alls konar aðstæður, en það líka bara alls konar áhrif sem eru í samfélaginu og það alls konar hugmyndir. Að hugmyndir til dæmis bara hjá einstaklingu sem eru ekki orðnir 18 ára bara hvernig sambandi að vera og annað og við sjáum að það oft mjög skakt. Að það eru unga stúlkur sem eru ala upp inn að gæsaleppa kærastana sína og þú veist og jafnvel tala að þú veist að það sé að ala upp hvolpa eða eitthvað slíkt. Vegna þess að það er verið að reyna að móta einstaklinga að einhverju fyrirfram gefnum hugmyndum. Og svo náttúrulega líka þessi hugmyndum eins og varðandi kynferðisofbeldi og við sjáum að það er rosalega algengt í ofbeldi nánum sambandum að það er þessi krafa kynlíf að þú veist ef þú ert í sambandi þá hljóta að vera kynlíf og þú sért einhvern veginn orðina einhverjum skemmtigarði að og þú veist og þetta verður orðið svo yfirgengilegt í rauninni þessar kröfur sem verið að gera á aðila þú veist bæði í sambandum en svo líka bara þessi og ég ætla bara að segja þetta bakslag sem núna í jafnréttisbaráttunni og hatursorðræða gagnvart konum sem við verðum mjög greinilega varar við að auðvitað eru nauðganir og þessi alvarlegu brot ekkert annað en hatursorðræða og kvenfyrirlitning, ég ætla bara að leyfa mér að segja það. Þú saman þessu? Já, ég tek alveg undir það sem þú ert að segja og ég held að, já, við þurfum bara einhvern veginn líka bara, þetta er viðhorfsbreyting sem þurfa að eiga sér stað, bæði hjá yngri hópum og hjá þeim eldri og mér finnst líka bara mikilvægt að ef að
manneskja, til dæmis eins og hefur gerst, að þekkt manneskja hefur ákveðið að taka ábyrgð opinberlega, að við styðjum það. Þú veist, við getum ekki verið að rífa það niður og segja, þú veist, þetta út af einhverjum þrýstingi eða eitthvað slíkt. Við verðum að virða það þegar fólk að taka ábyrgð og leyfa mig að gera það og styðja við það. Vegna þess að það finnst mér bara miklu mannlegra heldur en annað, sko. Ég veit hvað þú ert að vísa í. Það einmitt umræðu svolítið svona síðustu vikna að maður hugðist kaupa vændi, hætti við og sá að sér og tók ábyrgð og félagar hans þeir svona voru ekki alveg sáttur við það. Og þarna komum við enn að þessu að hvernig við skilgreinum ofbeldi líka að það er áhugavert að það var eina að segja mig frá því að sem að vann með börnum eða ungmennum og var að svona spyrja, þú veist, var búin að fara gegnum alla birtingum undir ofbeldi, svo spyrja svo, þú veist, hvort að margir hefðu upplifað ofbeldi og margir réttu upp hönd. Svo spurði hafa margir inni beitt ofbeldi og það réttu færri upp hönd. Og svo var spurt svona, en hvað með fjölskylduna, systkin og svoleiðis? Og þá réttu bara nánast allir upp hönd, sko, þú veist, að systkinin hefðu, þú veist, verið að þeim þetta slást og beita ofbeldi eitthvað svoleiðis, en þau skilgreindu það ekki sem ofbeldi. Vegna þess að það er þetta viðhorfið mitt þú veist að þegar þetta er eitthvað nákominn þér að hvað viðhorfið breytist að og þetta sjáum við líka auðvitað bara með fullari fólk og annað og auðvitað getur þetta verið kynslóðamunur hvað við teljum verið ofbeldi og hvað ekki en leið þetta fyrir að vera svona eitthvað sem að snýr að þér það bæði verður aðeins óvissari og þú fer að taka jafnvel ábyrgð sem átt ekki verið að taka en þú fer líka afsaka og réttlæta þetta og þú veist bæði þolendur og gerendur. Þannig að þetta er flókið og ég held að við þurfum kannski bara að ég stundu sagt ef við verum öll í heiminum bara 10% betri samskiptum þú veist hvar væri við þá að því að þú veist að við þurfum líka að læra bara einmitt á okkur sjálf og ég held að það vanti líka oft á tíðum að við erum ofta að yfirfæra kannski þú veist alls konar já, kannski hvað að segja, ekki endilega áföll, heldur bara farangur sem að við erum með og við yfirfærum það yfir aðra vegna kannski eigins óöryggi eða einhverja, þú veist, maður er með einhverja væntingar eða einhverja skilur hugmyndir að hlutirnir eigi að vera svona hinsegin, en ég held að við þurfum bara einhvern svolítið skýrari sýn á hvað eru heilbrigð samskipti og hvað ekki og þú veist, og það sé einhver, gleði og ávinningur í að komast þangað. Já, það var í Íslandi í dag, í gær, þá voru ungmenni sem hafði komið saman á ungmennaþingi í Hafnarfirði og þau voru að ræða svona heilbrigð samskipti í samböndum og hvað væri svona óheilbrigt og ég verður viðurkenna það að ég fekk ofboðslega miklu von í hjartað á að fylgjast með þeim. Þau virtust öll mjög meðvituð munin og réttu og röngu. Ég meina það er ekkert í lagi að vera með nektarmynd af einhverjum og hóta dreifinni eða dreifinni og það er svona þannig að það er, þú veist, vitundin er til staðar einhvern veginn en við þurfum eins og segir einhvern veginn bara svona aðeins að ná utanum bara alla hópa. Og svo er það líka bara hvað við erum að leggja inn hjá börnunum okkar að nú eru öll börn komið með annarkvæmt snjallúr eða snjallsíma mjög snemma og við erum með locationu ofan á því og börnin alast upp við það sé verið að fylgjast með þeim út af mamma og pappa elska þau svo svakalega mikið og svo verða þessi börn aðeins stærri og þau farið sambönd og þeim finnst sjálfsagt að vera með locationu ofan vegna þess að ef ég elska þau svona mikið þá hlýt ég að vilja vita hvað þú ert alltaf að þannig að þú veist að við erum ofta að gefa kannski röng skilaboð í bestu trú að þú veist við erum að meina það frá góðum stað en afleiðingarna geta svo verið ekki góðar vegna þess að það er auðvitað ekkert eðlilegt að við séum alltaf með vitneskju það hvar allir eru öllum stundum. Það er svo magnaði mitt að heyra svona ungt fólk tala því þetta er auðvitað eitthvað svona reynsluheimur sem ég tengi ekkert við að vera með kveikt og location og eitthvað svona þetta er eitthvað sem var ekki til en er sannarlega partur af vandamálinu og einhvern veginn tekst ofbeldismönnum alltaf að svona finna sér nýjar leiðir til þess að beita ofbeldi og það er það sem er auðvitað óhuggulegast í þessu öllu og ég held að
það sé kannski lítið annað að gera heldur en bara halda áfram að tala þessi mál og ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma Jenny og Guðni að ræða þetta við mig hér við rauðaborðið. Takk fyrir að bjóða. Og tókið við það meira hér handa við auglýsingar. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð Samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þá ætlum við að efna til hóp umræðu fréttir og þjóðmál líðandi stundar eins og við gerum hér að jafnaði miðja viku. Það eru 3 gestir komnir til mín, hoknir af reynslu í þennan þátt sem við köllum reynslubolta. Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur, vertu velkomin. Takk. Árni Guðmundsson, þú ert félagsuppbeldisfræðingur. Já, í einu orði. Í einu orði, einmitt, vertu velkomin. Og Andri Skúlason, landverndamaður, oddviti Djúpavogshrepps árabil og eflaust ertu eitthvað margt fleira eins og við öll. Við erum náttúrulega með ýmsa hatta, en það ekki? Já. En ég ætla að byrja á því að minna á það að útför Davíðs Oddssonar, hún fer fram frá Hallgrímskirkju á föstudag, eftir 2 daga, klukkan 1 á vegum ríkisins. Og athöfnin er opin almenningi á meðan húsrúm leyfir. Bein sjónvarpsútsending verður líka frá útförinni á RÚV. Ætlar að mæta? Ég er nú bara búin að ákveða að vera á annarri jarðarför sem er á útför sem er á sama tíma, þannig að það verður ekki verið á 2 stöðum þann daginn, en vissulega hefði maður alltaf fylgst með þessu og jafnvel mætt öðrum kosti. Davíð, þetta merkilega maður sem hefur markað djúp spor í sögu okkar þjóðar og þó hann var umdeildur, þá held ég sé ekki það deilt að hann hafi leitt líka mikla framfærir. Já, ekki síst af því hann er umdeildur, þá hefur hann markað öll þessi spor. Það er nákvæmlega svoleiðis fólk sem að ryður brautir. Já, það er alveg rétt. Hver væru þín eftirmæli átnum, Davíð? Hann réð mig til starfa hérna í eldgamla daga. Þegar ég kom heim frá námi þá gerist ég forstöðumaður Ársels og þá fekk ég virðulegt bréf sem var föstudaginn 13. var dagsetningin. Og það var þar var ég settur inn í starf forstöðumanns félagsmiðstöðvar Ársels og það var undirritað af Jótsinni. Og hann var á þessum árum náttúrulega kraftmikill borgarstjóri sem slíkur, en ég þekki hann ekki neitt þannig. Þannig ég fer ekki í jarðarförina, ég er hins vegar að fara í mjög skemmtilega athöfn klukkan 2 á föstudaginn. Nú er þannig ég starfa við tónst- og félagsmálafræðibrautinni í Háskóla Íslands. Og í háskólanum er svona diplómadeild fyrir krakka sem eru að glíma við alls konar áskoranir. Og Hekla vinkona mín sem er yndisleg ung stúlka sem hefur verið í námi okkur, hún er að útskrifast með útskriftarfyrirlestur á föstudaginn klukkan 2. Og það held ég að sé opið almenningu og það er yndisleg stund sem er þar í vændum og stundin á stóru sigra. Fortíðin og framtíðin mætast þarna þennan dag. Hvað með því, Andrés? Hvað eftirmæli, hvers konar eftirmæli myndið þú gefa Davíð Oddssyni? Sko, í fyrsta lagi þá sæki ég ekki jarðarfarir nema ég þekki persónulega viðkomandi mjög vel. Það er regla númer 1. Í öðru lagi þekkti ég ekki Davíð persónulega, ég þekkti hann ekki persónulega, en það velkist enginn vafa það að þetta er maður sem hann var litríkur og setti náttúrulega mjög stórt mark á þjóðfélagi langtímur saman. Þannig að það er ekkert hjá því komist að hann hafði mikil, hvað er maður að segja, mikil völd og lengi og markaði djúpt spor í samfélagið þó umdeild væru mörg. Já, mér langar að rifja að segja hérna sögu sem Brynjar Níelsson sagði hér í þætti bara daginn eftir að Davíð dó til marks áhrifamátt Davíðs allt fram í andlátið. Að sko fyrir þingkosningarnar 24
þá hugðist Brynjar draga sig í hlé frá pólitík og þá hringi síminn og Davíð í símanum og símtalið svona, þú hættir ekki neitt og svo bara laði hann á Ritstjóri Mogans löngu hættur opinberum afskiptum af pólitík og Brynjar bara hlyti Já, hann hefur haft mikil áhrif bara til en síðast og ég kannski bara leið mér að nota tækifærið og votta öllum aðstandendum og vinnum og samstarfsfélagum samúð. Þetta hefur verið bara allavega komið allir feldi allum óvart og þetta sem við hæfið að gera það líka. Já. Ég hitt hann fyrst í Gautaborg á námsárum. Þá var hann formaður Æskulýðs á Reykjavíkur og það var náttúrulega, þetta ár það sem maður gæti allar hringt heim til sín nema það kostiði hálfan handleikinn en hann var á vísitasi út í Skandinavíu fyrir borgarstjórnarkosningar minni mig og hitti námsmenn út allar trissur og hann held þetta mikið glæsilega fyrirlestur gildi sjálfstæðistefnun og allt þetta sem voru nú mörgkallar sem voru mjög fjarrir þeim hugmyndaheimi En hann vissi að ég var eitthvað tengdur æskulýðsmálum þannig að við fyrir með eitthvað að spjalla þetta og ég baði hann fyrir því hvort hann geti haft sambandi Hinrik við minn Bjarnason og bjargað mér gögn. Og þá tók hann upp svona blað og skrifaði nafnið mitt með rauðum penna. Svo sagði ég var fullt af nafnum hann líka sem einhver voru með bláum penna og einhver rauðum penna þannig að hann var í svona pólitísk flokkunarleiðangri líka en skjölin komu öll sem alveg það stóð allt eins og steinur eins og stafur á bók En ég myndi segja að stjarna hans svona fyrir mér það myndi stjarna hans hafa risið hæst þegar hann var með útvarp Matthildi og þau munu eftir því það var stórkostlegið þetta Ég man og ég var krakki vestur á Stakkamri og maður hlustaði þetta í fjósin oft á kvöldi útvarp Matthildi þetta var, þetta voru Ég ætla ekki að segja að stjarnan þess að hæst þá en það margir sem minnast þess og ekki ástæðulaus við því. Ég kannski, ef ég má bara, mér finnst vanta akkurat svona spéspegil í þjóðir samfélagi í dag, eins og útvarp Matthildur og Spaugstofan og allt þetta. Það má alltaf gera grína fórumstöðunum lengur. En ég held einmitt að hann hafi farið býsna langt á húmornum, Hann var náttúrulega mjög mikil húmoristi og það ekki að draga það í og tímastjórnin hjá honum var fullkomin þetta tók alltaf svo stuttan tíma þess að komst hann yfir svo margt samanber þetta síntalið og ég spilaði mikið við hann bridge og hann var fljótur að spila úr kannski flókið spil en hann valdi frekar að engjast yfir í 15 mínútur og þá bara fór hann þá leið sem að honum sýndist vera röklegust og þetta maður svo gríðarlega margra verka því hér minnst á útvarp Matthildi og bara í rauninni það leitun að öðrum eins manni Íslendingi sem að hefur jafn víðtæk áhrif á eins mörgum stöðum auðvitað sumt til íls og það hliðarskref og ég geti sagt ykkur sögur núnings og óheilbrigðra samskipta við fjölmiðlafólk og allt það en allt hefur sinn stað á stund ég hef ekki lefa hann að njóta sannmælis þennan dag en svo var náttúrulega ef hann hefði lagt fyrir sér listabrautina þá kannski væri við auður sem að gerði nú aðeins í hjá eins og fyrri bókina voru það 3 ár nokkrir góði dagar án Guðni er príðilega skemmtilegt smásagna og náttúrulega músík líka fólk hefur þessar mörgu ásjónu mitt eftir þetta hug Árni Grétar Finnsson í Hafnarfirði sem var mjög öflugur leiðtogi sjálfstæðismanna þar og harður í hornataka stjórnmálamaður var allt annar maður heldur en ljóðskáldi sem var gerði ótrúlega falleg og flott ljóð þannig að hann var í sama manninum einhver sem barðist eins og ljón og svo bara hinn mjúki maður þá erum við búin að hita upp með mýktinni og nú er það bara harkan greiningadeild Íslandsbanka spáir því að Seðlabanki Íslands hækki stýrivexti í næstu viku 0,25% stig og sem sagt þá lítið til þess að vextir myndu fara í 7,5% ef þetta og bankinn lítur til þess að versnandi skammtíma verðbólguhorfur og hækkandi verðbólguvæntingar vegi þyngra en kólandi hagkerfi og vaxandi slaki á vinnu og íbúðamarkaði og eitt dæmi náttúrulega alvarlegt atvinnuleysi og ég veit að það er bara fjöldi Íslendingar sem segir bara nei, hinga og ekki lengra ég þoli ekki vaxtahækkun í næstu viku
Erna, byrjum að þér. Já, þetta er bara bara þungbæra fréttir og það er þarna er vitnað, ég er ekki búin að sjá þessa frétt sjálf, en vitnað í horfurnar og þetta stríð sem búið að starta þarna suðu við Persaflóa og sem að tefur til dæmis olíuflutninga, það er í öllum erlendum miðlum talað hækkandi framfærslukostnað í löndunum í kringum okkur og sjálfsagt allan heim, þannig að, og þetta mun hafa áhrif á bara vöruverð heilt yfir, þannig að þetta eru bara erfiði tímar og með það sem við erum fyrir aftan okkur líka, allar þessar gjaldskráarhækkanir og sem að hafa dunið á og komið fram í verðbólgumælingum það sem framan fyrir aftan okkur á árinu, þannig að þetta er bara vondstaða, það er ekki hægt að segja annað. Við getum alltaf held í útilokað vaxta lækkun úr því sem komið annarkvort munið standi í staði eða hækka. Hvað líst þér á þetta, Árni? Við líst ekki vel á þetta, vegna þess að ég er nú að vinna mikið með ungu fólki í háskólunum og ég sé bara strögglið hjá venjulegum krökkum sem eru að koma sér upp þarna hreiðri. Fólk er vinnandi alveg rosalega mikið með námi, það er allir skítblankir og ég bara skil ekki hvernig við höfum komið okkur í þessar stöðu sem samfélagi. Við erum ekki búin að grípa inn með einhverjum hætti að tryggja til dæmis ungu fólki einhver tækifæri til þess að eignast einhverja fasteign eða koma sér einhverju þaki yfir höfuðið með einhverjum svona sambúðnum hætti. Já, þú minnist á að hluti nema sé í fjárhagslegu ströggli og margir að vinna með námi og svona sem við viljum helst ekki að nemendur þurfa að gera. Það er náttúrulega til virðis auka fyrir samfélag ef nemendur í háskólanámi gætu algjörlega einbeitt sér að náminu. Þeir eru gagnlegri þegna borgara fyrir samfélagi að þeir getur sett alla sína orku í betri menntun. En mér langar að spyrja þér núna, finnst þér að sé mikill munur á kjörum, efnahagskjörum nemenda, vegna þess að í gær var hér Þórður Snær Júlíusson sem er framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, að benda á það að þetta er tiltölulega nýtt fyrirbrigði að fyrirframgreiddur arfur. Það eru svo margir sem hafa náð að safna auði eiginlega fyrsta skipti í Íslendingasögunni fyrir utan einhverja örfáa ríka og það eru svo margir sem hafa núna náð að safna miklum auði og það er verið að færa arf rosalega mikið á milli. Þar með verður til tækifæri til íbúðakaupa og svona hjá börnum en aðrir krakkar eiga ekki foreldra sem eiga neitt pening og engin ekki engar erfðir þar á bæ og mér finnst þessi punktur velta upp hugmyndum líkur á aukinni stéttaskiptingu. Finnur þú þetta að hlutskipti nemenda sé mjög ólíkt eftir bakgrunni? Ég sé bara, nú erum við að tala um háskólinni með alla flóruna en mér finnst bara nánast allt ungt fólk vera í einhvers konar ströggli. Það er eitthvað greiðslumat sem fólk er alltaf að reyna að ná. Það er að safna pening og meðan hækka íbúðurnar, svo koma vaxtahækkanir, afborganir aukast og allt þetta. Þannig að ég er dálítið upptekinn af því hvernig stendur því að við sem samfélag okkur eru ekki tekist að búa til eitthvað viðandi system á þessu. Allir skólafélagi mínir út í Svíþjóðu gamla daga, þeir voru komni bara svona 3-4 árum og jafnvel með vorum í skóla, það allir öðru taki yfir höfuð. Það voru þessar grunnþarfir, fólk stóðst þær og það var, ég man ekki eftir að það var 1 eða 2 í mínum, ég var í 30 manna hópi í námi, mest mjög síðan, það var 1 eða 2 sem unnu með námi. Nú er það nánast reglan held ég bara, allavega í mínu umhverfi, það var mjög aðgengt og sé 90% af krökkunum er að vinna og þetta er bara til þess að hafa í sjó á, skilur. Andrés, annars vegar vextirnir og hins vegar aukin hætta á stéttaskiptingu. Já, ég förði mig á því að menn skuli vera með vísitölu húsnæðisverðs inn í þessu sem er mikið talað með þurfa að taka út en menn verðist ekki geta tekið á því. Annað er það að ríkisvaldið er með annarri hendinni að kynda sjálf undir verðhækkanir sem birtist í ótalmyndum. Þetta er auðvitað þekkt með kílómetragjaldið og annað en það var svo sem búið ákveða að leggja það á en svo þetta með olíuverðið þá áttun olíufélögin alveg borð fyrir báru að þau vilja einhvern tíman sína ábyrgð Endar það ekki með því að við borgum jafnhátt gjald fyrir bensín eða dísellítran og við gerðum fyrir þessa breytingu en líka skatt? Jú og það er auðvitað bara af mörg að taka. Við getum annað sem að stjórnvöld ættu að en hafa auðvitað bara kalla yfir sig sem á eftir að koma þá kannski hér inn og eftir. Það er
raforkuverðið. Nú það bara orðin farið að spila sem ríkjandi þáttur í verðbólgu og sem að leiðir svo til annara erfiðleika. Það eitt stórlið sem við erum að horfa fram á að eigi eftir að hækka mjög mikið. Það óumflýjanlegt með við þá keyrslu sem ríkisstjórnin á að það mun gerast. Og ég veit ekki hvernig þetta vil ég ekki vera að gera mörgum upp en mér finnst eins og að stjórnvöldin sé þetta ekkit sérstaklega móti skapi að þessi staða koma upp. Þetta gæti orðið þeim auðveldara viðfangs að tala fyrir Evrópusambandinu enn einu sinni. Að mynda krísu til þess að segja við getum ekki lifað sjálfstætt og það bara gríðarlega vont en við þurfum ekki að horfa langt aftur í tíma til að sjá að þetta ekki fyrsta krísan sem við erum að upplifa. Ég byggi sjálfur á tímum óðaverðbólgu. Hún fór upp í 80%. Kynslóðan undan mér, hún horfði hins vegar upp á lánin sín brenna upp í bönkunum áður en verðtrygging kom á. Og þetta bara svona kringum 84-5 og það voru bara sumir sem fengur lánin. Það voru bara sumir sem fengur lánin og þau fengur bara að brenna upp og þeir sem áttu stærstu húsin í bænum voru þetta þeir sem horfðu bara lánin sín brenna og svo tók kynslóðin sem ég var. Þannig að þegar fólk hefur verið að kvarta í seinni tíð undan þessu þá horfum maður tilbaka að að vinna myrkrana á milli bara til þess að horfum maður bara á lánin hækka alveg margfalt við hverja útborgun alveg sama hvað maður hamaðist en að jafna því ef maður horfir í tíðanbili þá eru þessar sveiflur þá koma þær og þær fara og þegar þær fara þá erum við að jafna að hafa það bara helvíti gott myndi ég segja en það þarf að koma þessum málum eins og með húsnæðisliðin algjörlega náttúrulega bara að fyrir horn þannig að við getum gert yngra fólki kleift að komast yfir húsnæði. Það einn allir punktur í þessu líka ef maður tekur þetta, það allar hagstærðir eru meira meina vísitölubundnar í samfélaginu nema launin. Þannig að öll velt í það að það alltaf launaskerðingur, það einhverju smá axlabönd í síðustu kjarasamningum en það alltaf skrítið að hagkerfi sem byggir á því að einhver hluti kerfisins alveg með axlabönd og belti og björgunarring og falli var allt ótari meðan að hinn almenna launþegi, hann tekur alltaf skerðingu. Við hefum nú prófað það að vera með vísitölu, ef við myndum fara út í vísitölutengingu launa þá færum við nú endanlega í höfrungarhlaupið. Þannig að það nú ekki nú er ég bara að tala húsnæðisverði. Það menn búin að vera gamla alveg miskunnulaust á markaði og sprengja hann upp. En mér langaði líka til að fylgja eftir sem þú sagðir Andrés með lífskjörin Við erum náttúrulega í efsta sæti á lífskjara lista Sameinuðu þjóðanna. Og það þýðir ekki að við getum gert ýmislegt betur en enga síður þetta staðan og eitthvað hefur þá verið gert rétt en margt má gera betur. Við erum náttúrulega rosalega heppin með auðlindir og við erum verið heppin með marga hluti. Sumir segja að það sé ekkert hægt að klúðra þessu. Jú, það alveg vel hægt að klúðra þessu og við náttúrulega til dæmis í hruninu þá vorum við í þeirri stöðu að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil sem veiktist þannig að samkeppnis stað okkar gagnvart útflutningi batnaði og þannig gátum við spynnt okkur upp aftur. Svo maður haldi áfram að tala í kaltæðnum frösum hafa líka einn vinur minn sem sagði tilraunin Ísland gekk ekki upp eftir bankarunin. Hún hefur gengið nefnilega ljómandi vel því að við erum í efsta sæti á lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna. Hvað vil fólk meira? Já. En Eyja Síður, þú náttúrulega hlýtur að deila með okkur þessum áhyggjum af gjánni sem ég var í áðan og náttúrulega hlutskipti ungs fólks að það svo ekkert grín að útkomin inn á leigumarkað, þú þarft að flytja einhvers staðar utan á landið elst þar, þú ferð til Reykjavíkur í HÍ og þú leigir einhvers staðar og það kostar augun úr og hvernig ætlar að mynda höfustól fyrir því? Ég sagði nú akkurat að ég tæki undir þetta sem Andrés var að segja að auðvitað má alltaf gera ýmislegt betur en ef við litum líka á mælikvarða á misskiptingu í þjóðfélagi eins og Gini-stuðlinn þá erum við alls ekki komið illa út þar heldur í heildina en áfram auðvitað má gera margt betur. Það er líka við erum með lægsta vöruverð í Evrópu sagði mér einhver sem slávoruvörslur á Íslandi eru langhæstar með annað. Já, en við erum með miklu meiri kaupmátt launa. Já. Það minnir mig á það, ég skrappustur í Mývatnssveitum síðustu helgi og ég postaði færslu á Facebook með Ritz-keksi sem kostaði 800 kall í krambúðina eða hvað hann heitir að það búðsamkaupa í Mývatnssveit. Kostar 270 held ég hér.
Ég sjá líka annað dæmi, sko, hvernig íbúðaverð haldið uppi, bara að vera að byggja ykkur íbúð sem engi vill helst lítið í og svo haldið einhver rosalega verðum líka og hérna svo sérkjæld að skulle ekki vera þetta búa eitthvað líka á fyrirkomulega því að við erum auðug þjóð og þá þetta mínum að þetta bara spurningu hvernig við skiptum þessum verðmætum. Meðan við erum með fastegnabraskið, sko fastegnafélögin að kaupa upp heilu lóðurnar og á uppsprengdu verði, þá getur það ekkert annað en endað út í. Þessu verður að linna, sömuleiðis hérna, ég meina að því ég fekk tölur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnuninni bara líklega í fyrra. Ég meina það eru 6.000 íbúðir á Airbnb bara hér á höfuðborgarsvæðinu og það er allur gangur á því þegar ég fór að leita eftir hvernig eftirliti væri með Airbnb að því að það má bara leigja 90 daga. Það er einn í þessu eftirliti, getið ímyndað ykkur hvernig eftirfylgni menn fara langt út fyrir ramman og það er ekkert spurt að þessu. Svo nú bara gamla góða reglan að þú framkvæmir fyrst og opinbera stofnunin nennir ekki aðhafast, það hefur ekki resursa í aðhafast. Hefur ekki resursa eins og Andrés bent á með starfsmann, sko. Þetta er rosalegt, sko. Ég svo líka bara hvort að byggðaskipulag eða borgarskipulag fyrst að taka mið af einhverju fyrirtækjum sem eru í business og ætla að taka eins mikinn arð út úr eins og hægt eða bara hver eru svona grunnþarfir fólksins til íbúa. Þessi starfsemi nú held ég ekki eins og í samræmi við skipulag oft á tíðum. Nei, sko ég hef haft mjög sterkar skoðanir og svo hafði strax í upphafi og reist mér þess að hér við fulltrúa í borginni þá á sínu tíma á landsfundi sveitafélagi manni eftir og hérna hann laði nú frá sér ljónamenn á endanum að því hann treysti sér ekki að taka orðaðina lengra sko. En þegar við allt búin að breyta sko hérna íbúð í atvinnuhúsnæði sem að þetta er atvinna. Þetta verður ekkert hægt að skilgreina annað. Skipulagslega þá er raunverulega verið að brjóta á þessum skipulagslögum eða það er ekki verið að fara eftir skipulaginu í íbúðabyggð. Þú getur ekkert farið að reka það bara einhverja svona þjónustu og sjálfur bý ég í blokk þar sem að ég hef alveg veit alveg hvers konar ónæði getur verið af þessu. Svona þeir sem vilja ekki partistandi 4 á nóttunni, þetta er svona frekar. Eða ferðartöskur að rúlla klukkan 5 á morgnana? Já, reykingar og allir. En svo er líka alltaf að sjá sko þegar allar þessi frjálshyggjuformúlur virki ekki sko. Það var núna viðtal daginn þar sem eitthvað fyrirtæki, byggingafyrirtæki sem getur ekki selt almennilega íbúðnar. Það fer að búa til hlutdeildar lánar fyrirkomulag inn í sitt kerfi til að halda þá upp verðinu. Þannig að fólk eignast ekki að hluta, fyrirtæki að hluta og þá er verið að sko sýta fólk á algjörna skuldaklafa og fyrir utan að það eignast ekki að hluta á húsnæðinu og öðru slíku. Þannig að ég skil bara ekki að hverju til með gamla verkamannabústaðakerfi var lagt niður eða eitthvað sambært kerfi þá ekki tekið upp. Það voru nú reyndar, var það ekki vinstraði sinni stjórn Jú. sem að gerðu það á sín tíma, það var svo merkilegt. Sko það var alltaf Reykjavíkurborg var bara... Það er ekkert merkilegt að vinstri stjórn hafi komið á verkamannabústaðan, það er bara ekkert merkilegt. Nei, þegar kerfið var afnumið. Já, það var afnumið. Það var borgin byrjaði sko. En þetta var verkefælisveikið samtöð, þetta kom í samningum held í 63 kjarasamningum að það væri átaki í byggingu á ódýru húsnæði. Þetta voru bara fínustu hús sem voru bara samsömmuðu sig við önnur hús þannig að það var ekki verið að búa til. Út á landi var fólk að byggja einbýlishús í gegnum þetta kerfi. Algjörlega og ég þekki mjög vel marga. En ég held að það sé komin upptaktur að heitu kartöflunni hérna við borðið. Það er búið að minnast á ofurvextina hér og þú sagðir Andrés að þér dytti í hug að ríkisstjórnin væri svona að láta reka á reiðan núna til þess að afla fylgis við breytingar sem myndu fylgja aðild að ESB að stjórnin henni væri sama þótt sýnt væri fram á ég vil hvatið að því að hérna hlutir gengju ekkert mjög vel núna á þeim tíma sem að til stefnu er að Íslendingar gangi að kjörborði í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðrana eða endurupptöku eftir hvernig við lítum á það í ágúst og sko Erna, ég hef aðeins verið að fylgjast með þér við náttúrulega veitum að þú vilt ekki að Íslendingar gangi í Evrópusambandið en ertu líka mótfallið í að við segjum hug okkar í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst? Nei, ég var hvergi lýsti yfir að ég sé á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og bara sjálfsagt að fari fram umræðum það og nú kom fram þingsáðum til og sama þá held ég að sé ekkert annað en eðlilegt að sé rætt það hvernig hún er borin fram bæði hver spurningin er og
og greinagerðin með henni en það er ekki það sama að vera á móti því að slíka atkvæðagreiðsla verið haldin. Nei, ég var bara að spyrja sko, ég vissi það ekki. Nei, ég hef hvergi sagt það og kem ekki til með að gera það. Nei. En hérna, við getum haft svo ýmsa skoðunur á því hvað er verið að greiða atkvæðum og hvernig þetta verður rætt fram á þeim tíma. En mér finnst nefnilega að vera svo margir sko sem eru krítískir á aðildarskref sem að sko eru líka gegn þessari þjóðaratkvæðaskreiðslu og við náttúrulega sjáum það inn á Alþingi núna, það er hávaði að hlé núna í umræðinu fram á mánudag en í huga, það eru mjög margir sem tala svona bara, þeir eru bara á mótið þessu tvennu en það er ágætt að heyra að þú ert ekki þýliði vegna þess að mér finnst þetta tveir gjörólíkir hlutir. Sko mér finnst bara þetta þá er að tækifæri til þess að ræðum það hvað Evrópusambandið er og ég held að það sé óeðlilegt annað en að gera það í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. Sko, hérna aðeins áður en þið fáið orðið strákar, loksins segja sumir og aðrir segja að þetta er hryllileg tímasetning, alveg ömurleg. Hvað ertu þar stöddu? Ég geri engan ágreiningum tímasetningu. 29. ágúst er höfudagurinn og það má alveg vera þann dag eins og 29. september fyrir mér. Ég allavega bara ætla að taka þátt í þessari umræðu eins og ég hef gert hingað til og bara vona að hún verði málefnalega fyrst og fremst. En pólitískt á greinirðu á mæli bæði Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar að þeim finnst lag núna, það er trúa á sterkari samningsstöðu Íslands vegna ákveðin atriða, sammála því? Ég hef ekki séð nein rök færð fram á þeirra hálfu fyrir því af hverju þessi samningsstaða er sterkari núna því að ég heyri að þú hefur allavega eitthvað þessum greinu sem ég verið að skrifa og ég vil bara horfa á ferlið, bæði hvaða ferlið, við erum búin að prófa þetta, við kíktum ekki pakkan, við opnuðum hann og eftir 3 ár þá vorum við ekki einu sinni búin að opna alla kafla og við vorum ekki búin að loka einu sinni öllum þeim sem við höfum opnað. Þetta er margra ára ferli og ef að það er eitthvað nýtt lag núna fyrir samning þá vil ég fá að vita meira það á hverju það er byggt. Já, en værirðu ekki alveg til í að komast í stöður að efnahagsumhverfi? Sko, aftur, þetta er ekkert það sama í öllum aðildarlöndum ESB. Í Finnlandi til dæmis, þegar eftir hrunið þarna 2008 Nokia féll, það verður hrun í pappísiðina vegna minkandi eftirspurnar eftir pappír. Rússlandsmarkaður nánast lokast 2014 við Krímstríðið. Og það er talað um Finnland sem það Norðurlandana sem hafi tapað áratug. Svíþjóð er með til dæmis sjálfstæðan gjaldmiðil og hagkerfið þar hefur stækkað einhver 30% síðan 2008, meðan finnska hagkerfið hefur stækkað 10-15%. Þeir eru komnir í 90% af vergri landsframleiðslu í skuldir og eru á leiðinni í eftirlit hjá Evrópusambandinu þess vegna. Hlutfall barna í fátækt hefur hækkað úr 12-15%. Hvernig er hægt að halda því fram að bara það að vera í Evrópusambandinu sé stöðugra efnahagsumhverfi? Það er margt fleira sem skiptir máli. Árni, þín ástæða? Ég er dálítið beggja plans. Ég fagna auðvitað verði þjóðaratkvæðagreiðsla áframhald og líka þá að verði þjóðaratkvæðagreiðsla þegar samningur liggur fyrir ef hann næst. En ég verið að velta fyrir mig, það er auðvitað, sko, þetta er margslungi og flókjumál. Ég velti fyrir mig að útgerðin í landinu, sem er hvað allra mest á móti að fara í Evrópusambandi, hún gerir upp í evrum til að öðlast einhver sérstaklega stöðuleika. Síðan er ég náttúrulega með, sko, ég get fyrir mér er hugsað til alls konar svona velferðarlöggjafar Evrópusambandsins versus íslenska löggjöfin. Sko Svíjar eru til dæmis með undan þá ákvæði í sínu samningi eða einhvers konar frest eða hvað það er á fyrirkomulagi til dæmis áfengisölu og öðru slíku. Þannig ég myndi vilja kíkja á svoleiðis hluti en ég myndi segja að ég sé ekki, ég vil auðvitað bara að menn fari inn í þetta eins og hvert annað verkefni í samfélagum og ég nálgast þá kannski fremst út af því að við þurfum einhvern veginn að tilheyra einhverjum heildum. Það er kannski út frá því mest, en ég hef ekkert rosa sterkar skoðanir á því. Myndi ekki eða tímamunum í þinginu sko dag eftir dag að vera að tefja einhver atkvæðagreiðslu. Ég held að sé bara eitthvað mál sem þarf að fá gang og alvöru þá umræðu, upplýsta umræðu. Ef þú myndir hlera svona 50 kunningja þína, heldur að væri almenn ánægja með það að, eins og ég sagði sumir kalda loksins, að við höldum aftur þar sem frá var horfið, hvað, 2013 fyrirgeðum? Ég held þetta sé alveg svona 50-50 mál og þetta er líka, já, þetta er í mínum umhverju svo er þetta líka ekki heldur, sko, þetta verðist ekki heldur að hægri vinstri mál.
að ég held til dæmis að hægri menn væri alveg heimiljuvend að búið til stóra marka. Nei, það er ekkert svoleiðis og þá umræðan verður dálítið, ég held að verði ekki. En það eru 57% þjóðarinnar, samkvæmt Gallup-könnun sem Ólafur Harðarson fór yfir hérna í gærkvöld með mér, sem eru ánægðir með þetta skref að Íslendingar fái að ganga til þessarar. Sko ég sé ekki tilgangi því að vera einhverju málþófi þþað hvort að gera atkvæði eitthvað. Nákvæmlega. Það er bara sóun á tíma þingsins að vera að ræða það sérstaklega. Og mögulega hefur mér dottið í hug, ef maður svona hugsa upp átt með ykkur, hvort það getur nú farið eins fyrir þeim eins og í veiðigjaldamálinu. Þau fylgir þá reynur líka bara virðing þingsins og virðingin og allt þetta. Ég ætlaði einmitt að koma inn á það sko. Það er önnur taktík sem að geti verið litið á sem hérna einhver fjöður í hattinn eða semst fyrir ríkisstjórnina að þeir beinlinni sko óskið þess að þeir fari málþóf og þá myndi sama óþóli fyrir minnihlutanum og þeir komist áfram á því. En fyrst og síðast þetta galin tímasetning út frá því að við erum að fara inn í sveitarstjórnarkosningar og þegar að fólk segir bara og blæs á það hafi nú ekki annað en þurft að hlusta á útvarpið síðustu daga. Þannig verður það áfram meðan að málþófi niðri í þingi. Ég horfði held ég fram undir miðnætti í gær og þeir voru ekki hættir. Ég man ekki alveg og menn alveg komnir þarna á hérna og góðar öður Nei, það voru ekkert sérstaklega góðar Umræðan hefur náttúrulega ekkert verið voðalega góð sko. Nei, hún verður það sjaldnast þegar að menn að koma upp í andsvör við vinnu sína sko. En líka utan þingsalan sko. Þetta rosalega gífur yrða gjam háaða umræða sko. En það breytir ekki þessari staðreind að setja þetta inn í að því að nú skiptir svo miklu máli að hérna sveitarstjórnarkosningarnar takist vel þá bara alveg stór hætta við þetta valdi alveg gífurlegri truflun á því. Það þess vegna sem ég á móti því. Hins vegar sko líka varðandi mér hefði fundist í lagi að þau byrjaðu að setja þetta inn hérna þessar tillögur sínar inn á samráðsgátt og leyfa þjóðaratkvæðagreiðsluna. Hver eru samningsmarkmiðin? Það hefði ekki drepið neitt sko að gera það. Og þá hefði líka, menn fengið svona í leiðinni tilfinningu fyrir því þegar væri búin að skýra það á einum stað hver samningsmarkmiðin væru, að þá væri fólk pínlítið upplýstara hvert þetta framhald. Þetta gerist hratt sko. Það liggur alveg fyrir að það er skammur aðdragandi að þessar ákvörðun. Og þetta með hverju við gætum tapað með talandum inngöngu í Evrópusambandið, þá finnst mér að tala alveg rosalega ábyrgðarleysi. Ég meina, bæði Viðreisn og Samfylkingin hafa sagt við ætlum hér verður ekki neitt afsal á forræði yfir auðlindum okkar. Og ég bara og ekki síst orkuauðlindum okkar. Og maður bara gapir á sjónvarpið og hugsi býtu hvar eru þeir stödd í umræðunni? Orkupakkarnir voru innleiddir hérna, hverjir maður fætur öðrum, hvað var það annað en afsal? Ofan á það nú þegar verið að bæta nýjum frumvörpum sem liggja bara fyrir þinginu. Má ég minna á RED, flýtimeðferðar frumvarpið varðandi orku innleiðinguna á orku tilskipun Evrópuþingsins. Það sem á bara að róðfletta allar þessar þó góðu umhverfislöggjöf sem var búið að gera í Evrópu. Það bara verið að strípa hana núna. Og ég meina, talandi að við séum ekki að afsala okkur forræð á auðlindinni, þetta hægt að snúast arðinafinni kannski? Ég meina, þetta alveg galið og við erum að bjóða hér vindorkufyrirtækjum heim til landsins sem ætla svo að framleiða raforku í gagnaver, það er atvinnustefnan og verðmætasköpunin. Hvernig lifandis óskopunum ætla menn á það að vera til hagsbóta fyrir þjóðarbúið? Ekki þetta að veita störf. Og menn ætla að streyma allir í virðiskeiðinu úr landi. Og gagnaverin Kallið þetta verðmætasköpun. Gagnaverin náttúrulega ekki heldur að veita störf. Þau veit að þetta fullt af störf til rafvirkja og alls konar. Þau eru freka fá. Ég veit ekki fullt af störf. Þetta er svona meðaltali 5-10 störf. En ég ætla ekki að fara að tala upp gagnaveri. Nei, þetta er orku frekasta iðnaður sem verið að satsa á. Nákvæmlega. Og það alvarlega vit og það veit svo heldur enginn hvaða framleiðsla á sér stað þarna menn það ekkert eftirlit með þessu. Ég gæti nú sagt eina skemmtisögu svona áður en ég kem að því sem ég ætlaði að segja að því ég sat einu sinni með háttsettum erlendum
sendimanni á Íslandi. Ég ætla að leyfa honum að njóta þess að ég nefn ekki frá hvaða landi en hann hafði þá tillögu fyrir íslenska bændur að það væri tekjulind framtíðan fyrir þá að setja upp vindmjöl hjá sér og framleiða ammóníak í tunnur til að flytja út til Evrópu að því að þeir væri svo leiður og gnauðin í vindmjölunum þar. Þannig að þetta er bara ekkert annað en nýlendu hugsun. Þetta er nýlendu hugsun. Já, en ég er alveg sammála því sem þú ert að segja Andrés, hvað þetta ber brátt að. Og það er eins og það komi fólki á óvart að hér voru viðræður í gangi í 3 ár. Það var sendin umsókn og hún er umsókn aðild á grundvelli 49. greina stofnsáttmála Evrópusambandsins. Hún er ekki viðræður. Það var samþykktur samningsrammi á sérstakri ríkjaráðstefnu 27. júlí 2010. Það sem segir bara í grundvallaratriðum hvernig þetta ferli fer fram. Það eru 33 samningskaflar sem hafa rætt sem málefnunum er skipt upp í. 27 þeirra voru opnaðir. Þar hafa 21 sem heyra undir EES, af þeim voru 11 loka til bráðabirgða. Og svo segir fólk í dag að það hefur verið hægt að klára þetta á 1,5 ári. Ég spyr, þá vil ég fá bara að sjá nýtt hefti frá Evrópusamtökunum hvernig þess að viðræður fara þá fram í dag, ef það er ekki eins og það gerist þá. Það er gaman að minnast á þetta. Þetta var einmitt, það er tvennt í tengslu við þetta sem ég langar til þess að fá viðbröðu ykkur á. Það er að þú ert að vitna í orð Þorgerðar Katrínar, já, með að hún sér fyrir sér að ef Íslendingar segja já í þjóðaratkvæðinu, þá getum við klárað þess að vinna 1 ári. Þú segir það er pólitíkó í dag. Já, og svo er hitt að Morgunblaðið í dag var að reyna að búa til einhvern ágreining á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar það í rauninni hvort það þyrfti 1 atkvæði bara. Íslendingar sögðu já með það munaði 1 atkvæði á já og nei í ágúst og þá förum við bara áfram. Eða hvort það þurfi einhvern svona betri rífan meiri hluta svarenda. Eins og stjórnarskrás. Byrjum á þér, hvað finnst þér þetta? Sko, þetta er nú held ég kynnt sem ráðgjafandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig að hún er ekki bindandi fyrir ríkisstjórnina, niðurstöður hennar og ég held að Kristrún hafi allavega sagt í aðdraganda síðustu kosningar eða fljótlega eftir að þetta svona ferli þyrfti skýran vilja hjá þá þjóðinni, þannig að 1 atkvæði er vandalega ekki það sem hann á við. Þetta finnst mér hins vegar kannski ekki það sem liggur mest á að ræða akkurat núna, heldur að ræða Evrópusambandið og það ferli sem er fyrir aftan okkur og hvaða lærdóm við getum dregið að því hvernig þetta er að fara að gerast og hvað er í boði. Og ég má henda inn í þetta sem við vorum að tala hérna á auðlindina, þá er það einfallega þannig að í 3. grein sáttmálans starfsemi Evrópusambandsins eru talin upp þau málefnasvið þar sem aðildarríkin framselja löggjafarvald til Evrópusambandsins og þar á meðal eru fiskveiðiauðlindin eða lífrænar auðlindir sjávar eða held ég að sé orðað og tollabandalag og fleiri og það er alveg svo þannig við getum ekki haft tolla á landbúnaðarvörur ef við förum í Evrópusambandið á grundvelli þessar grein og grundvelli sömu greinar erum við þó ekki að fara að ráða fiskveiðum. Það þarf þá breyting á stofnsáttmálanum sem þarf að fara fyrir aðildarlöndin. Þetta er... Já, fiskurinn er bara rétt, ég meina... Ég er bara nefna dæmi. Já, Írar eru bara nýjasta dæmið það, þeir eru búin að tapa sínu forræði. En mér finnst við missa svolítið missa af umræðu eins og þessari sem við erum að taka bara hérna í rólegheitunum mér finnst við missa svolítið af þessu tækifæri því mér finnst svo mikið að andstæðingar eða þeir sem að vilja þetta þeir sleppa öllum mótrökum, þeir spísa upp kostina og svo eru bara svo mikil gífuryrði og stælar og það eru þetta líka lygar, það er alls konar lygar og rangfærslur og hættan er bara svolítið svo að við séum ekki að taka þátt í þessari umræðu til gagns, segi ég. Er ekki líka bara, þetta eru Kárahnjúkadeila fyrir mörgum árum, þannig að virkju Kárahnjúka, ég held nefnilega að Evrópusambandsumræðan er svo stór. Hún er líka tæknileg og hún er líka bara svona hvað sín fólk hefur annars lík Það er að fara á svo mörgum stöðum inn í hana. Þetta er ju bara þegar að gæsaskiptur á sunnan voru dálítið óhressar að missa einhverja virkjun meðan að fólk kannski á fjörðum var að býða til störfum. Það er að segja þetta er svo margslungi, þetta er svo margi komponentar og mikið af flóknum málum að það er þetta fara og það gerir þetta alveg að kjörlendi fyrir góðri deilu Þannig ég held að það verður auðvitað kosið þetta hvort það á að fara í umræðana. Svo held ég að verði vonandi grundvallar umræða inngöngu eða samning. Og þá getum að fara að taka á efnislegum atriðum málsins. Mér finnst umræðan dálítið mikið núna, það er verið að segja eitthvað svona og það er mikið af svona umræða sem er mjög sérstök,
að þetta sé, við erum ekki alveg nákvæmlega á punktinum það hvað þarf að ræða. Þetta flókið og stórt mál sem það að ræða víða. Já, það eru lið og það eru hagsmunir og ákveðnum flokkar tengjast ákveðnum hagsmunum og virðast mynda sér skoðun í skjóli þeirra hagsmuna bara. Mér finnst bara grundvallar atriði að þeir sem að leiða þessa umræðu að þeir reyni að afla sér upplýsingar og fara rétt með og þá minnist ég aftur á orkuna. Ég meina, við erum nú þegar búin að stofna markað. Nú orkarorðin bara vara á markaði. Fólk, almenningur á Íslandi virðir samt sem áður en þá halda að við eigum bara allar orkulindir landsins. Það bara ekki þannig. Það búið að binda hendur Landsvirkjunar meðal annars að selja inn á hana markað. Þeir mega ekki niðurgreiða lengur og hvaða þjóð háðari einmitt raforku á per einstakling heldur en einmitt Ísland. Og þetta eru verðmæti sem við erum bara að henda núna fyrir einhverja úlfahjörð sem að sækir hingað inn á fullum krafti og ekki síst frá Evrópusambandinu, að því að við erum þáttakendur í auðlindastríði og þess vegna finnst mér þetta alveg ótrúlega dapurlegt þegar maður segja að við ætlum ekki að afsala okkur neinu þegar að kemur að orkuauðlindum okkar. Við erum bara á fullri ferð í því og þess að meira bara þessa dagana. Já. Og akkur skilur fólk þetta ekki. En hitt líka svo hallærislegt að segja að við séum að afsala okkur fullveldi. Vegna þess að það ekkert rétt. Þú gengur í hjónaband, mögulega ertu giftur í þetta. Menn geta alveg trappa sér niður í þessu umræð og ég vil vekja líka athygli á því að með orkupakkana sem voru hvað mest umdeildir, það vildi svo sérkennilega til að Sjálfstæðisflokkurinn hengdi sig á þá, sem bara Evrópuinnleik eins og það leggur sig. Akkur hengdi Sjálfstæðisflokkurinn sig á akkurat það mál, akkur hendaði það. Nú það var af því að átt að gera þessa grunnauðlind okkar sem orkuauðlindin að markaðsvöru. En má ég henda þarna saman við fullveldi, sko. Ég ekki alveg sammálaður Björnum að við séum ekki afsala okkur fullveldi því að í þeim málumflokkum og ég endurtek, þetta voru 33 kaflar, þannig að þetta nú býsna viðfemt sem að við erum þá gangin í samstarfum. Þá fer dómsvaldið endalega til ECJ. Það endalegu dómstól og dómstólar hlutvellu fullveldi í hvers lands og ég nefndi á þann 3. greinina. En mannréttindadómstólinn hefur til dæmis oft bjargað Íslendingu frá vondum mannréttindadómstóll Evrópu hefur oft bjargað Íslendingu. Það ekki ECJ, það annar dómstóll. Nei, ég bara tala það sko að Nei, ég að segja það, ef að við erum í Evrópusambandinu, þá erum við ekki lengur með endalegt dómsvald í þeim málaflokkum sem að starfsemi Evrópusambandsins tekur til, því við erum aðilar því. Og þar að ekki afsölum við okkur löggjafarvaldi í þeim málaflokkum sem falla undir þessa 3. grein sem ég nefndi áðan. Og ef við höfum ekki verið einhver löggjafarvald á öllum málum, við höfum það þó við séum í ES, við erum hvorki aðilega í ECJ, né höfum framselt löggjafarvald. Við munum gera það ef við gerumst aðilar að sáttmálunum starfsemi Evrópusambandsins sem fylgir því að vera aðila því. Og þá erum við auðvitað búin að gefa eftir fullveldi að því leyti. Ég spyr Gísla Tryggvason, fyrrum talsmanns neytenda, þessara spurningar í öðrum þætti hér í kvöld og samstöðinni. Hann vill ekki líta svo á sem að þetta sé fullveldis afsal. Það tala allir það að það sé verið að deila fullveldi. Það hlýtur það þýða það að við séum þá búin að gefa eftir eitthvað af því eftir inn í svona sameiginlega púlíu, ég má nota það orð. Og dómstólar eru náttúrulega hluti af fullveldi landsins. Við erum með þrískiptingu valdsins, dómstóla, löggjafarvald og framkvæmdavald og ef við erum komin undir ECJ, Evrópudómstólinn, svo ég noti nú íslenska orðið, þá það grundvallabreiting. Ég meina við tölum þegar við farum út landhelgin í 200 mílur, þá var ansi oft minnst á fullveldið samhliða því og það var fullveldisbaráttan og það var þorskastriðið og fullveldisbaráttan en núna það bara, en ég ekki hér til þess að tala fyrir hagsmunum stórútgerðarinnar, það bara ef þið haldið það, en þetta bara ég líka bara fjarlið því og það líka rétt hjá þetta með Mannréttindadómstólinn, hann gerði eitt gott einmitt varðandi fiskveiðideiluna, það var það að þess vegna varð að setja lög sem að gaf frálsar handvarðaveiðar á sínu tíma. En hann ekki hluti af því að vera aðilega Evrópusambandinu. Nei, ég nefna til sögunar til marks það að stundum koma okkar bestu réttarbætur að utanverðna. Enda getur við innleitt hvaða löggjöf sem á fyrirmynd annara ef það kjóst. Ég sat í fulltrúar evrópskra bæjarstafsmanna í nokkur ár þegar ég var í verkefnismálum og það voru fundir í Brussel og það voru fundir í Luxemburg og
þá var það þannig að það var náttúrulega skemmtilegt hvað þetta var ofsalega virkt apparat, þú feist náttúrulega bara blaðabunga og svo bara ef þú tókst ekki til máls í einhverju málum þá var það bara samþýtt og annað slíkt. Þannig þetta var svona þetta var svona ákvarðana fabrika. En það var samt sem áður þannig að þessi verkefnishreyfing sem hafði samskipt þarna þvert á Evrópulöndum öllsumul og við náttúrulega Íslendingar höfðum auka aðild að því að þá var markvisst farið inn í þau lönd eins og það kom eitthvað upp í Tékkóslóvakíu og þá var farið þar inn og þar þurfti bara eitt ýmsu út frá því að þeir voru konum með miklu félagslega eftirgjöf og annað slíkt. En annar punktur sem ég langaði að koma inn á í sambandi við Evrópumræðina er að ég er búin að vera mikið í æskulýðsrannsóknum og í samstarfi við erlenda háskóla. Bretar fór út. Þannig ég er búin að sjá effektin af því og það er bara grátur og grínstan tanna vegna þess að allt rannsóknarkerfi Evrópusambandsins er þannig að Bretar reyndu sér bara mjög mikið á það og breskir háskólar eru bara oft í vandræðum að komast inn í prósett vegna þess að Bretar sett ekki þá peninga sem þeir fengu úr þessu, þeir sett ekki sambælar upphæðir í sambælar rannsóknir að minnstu kosti fyrsta árun eftir. Og nú eru Bretar að reyna að finna einhverja leið til þess að ganga aftur inn í Evrópusambandið án þess að kalla það þeir séu að ganga aftur inn í Evrópusambandið. Já, þeir eru bara að koma inn í EFTA og EES-starfi, þá hefur ekki, því við erum náttúrulega ekki í þessum vanda sem þú ert að lýsa, því við erum aðilar í EES, þar með öllu þessu samstarfi. En sannlega eru digri sjóðir, rannsóknarsjóður og annað sem hættir að sækja. Ég er ekkert að mála þetta kolsvörtum litum, auðvitað er það alltaf í svona stórum málum, það er eitthvað gott. Mér finnst mér skorta upplýsingar og ég hlakka til að fá frekar upplýsingar ef þjóðin segir já í ágúst. En ég ætla aðeins að fara úr þessu núna í kannski tengt þessu sem þú sagðir, að þessi umræði var að yfirskikja sveitarstjórnarmálin. Já, mikilvægt mál. Og jafnvel fyrir þessa umræðu, þá finnst mér eins og að þessar kosningar sem er bara að fara að styttast í, fer ekki eiginlega öll umræðan einhver svona frægðarminni, fræg andlit og fólk sem er búið að skipta flokka og tekur yfir nýja flokka og þau eru svona að hressa fólkið í öllum hlaðvörpum og já, það er æðislega og vel klætt og ég er þetta ekki, hvað segir þetta? Ég held að Andrés hafi mikið til síns máls að þetta muni skyggja á þær, en sveitarstjórnarkosningar eru náttúrulega mjög mikilvægar. Þú hefur verið, er það ekki í sveitarstjórn? Ég hef aldrei verið í sveitarstjórn, ég hef einu sinni verið skoðunum að reikninga í sveitarfélagi, þannig að það er öll mín vegsemd á því sviði. En það er orðið erfitt að fá fólk til að gefa sig í þessi mál. Þetta eru svona slagsmál í nærumhverfi, þú þekkir þetta vel og sjálfsagt þú líka. Þannig að ef það á svo vera þannig líka að þetta fá ekki þá umfjöllun sem þarf út af einhverju öðru, það er bara skaði. Það er ofsalega stór mál einmitt sem hefur verið að ræða inn á sveitarstjórnarsviðinu. Ég meina, þau eru með skólan stóran hluta af velferðarkerfinu eiginlega, félagslegu þættina. Þjónustu við fatlaða og svo eru samgöngurnar og neymit bara útsvarsprósentan og samninga við ríkið allt og ekkert og það er bara þetta er verulega vont þessi Evrópumræða og ég get bara satt það, ég bara á mínu vinnustað og víðar strax, ég var niður í mötunetti, stóru mötunetti áðan og fólk er strax bara komið mjög mikið óþol af hverju var verið að setja þetta núna, af því að þetta er bara glimjandi á öllum stöðum og debandi byrjað og þingið á hvolfi En þessi fræðarmanna stjórnmálavæðing, þessi séð og heyrt stemning, pirrar þetta ykkur ekki neitt? Jú, það gerir það alveg óneitanlega. Þetta er bara bakgrunnsháað fyrir mér. Þau eru að draga svona kaninur upp á eyrunum upp úr einhverjum höttum sem hafa ekki sést á þessu sviði, það veit maður alveg að það er verið að gera það meira út á lúkkið heldur en innihald. Og er ekki bara líklegast að við munum bara kjósa lúkkið í maí? Það má meira vera. Bara við viljum vera í einhverju sigurliði með einhverjum bara flottum gæja gellu og... Annar punktur í þessu sem er það, þetta er orðið, pólitísk umræða er orðið svo leiðileg. Bara ef þú hlustar, ég hlustaði á umræðar kvótakerfi í fyrra og ég vil sagði, er þetta bara, hvað er fólk að á þetta, hver er vandinn í þessu það er búið að segja saman hluti mörgu sinum og þingi getur ekki stoppað þetta og allt þetta borgarstjórn Reykjavík, það sem er ekki inn í flokkum átök og það er svo mikið gífurir og vesinn að ég held að stjórnmálamenn þeir gjaldfalla sjálfa sig.
Þannig að þessi raunverulega mál sem þeirra ræðum þau hverfa í svona einhvern svona hvort að bortinseldur og vopnaður fór á hausinn út af því að veri smá veiðigjöld sett á útgerðina. Þetta fyrir allt í einhver svona... Ég held að þetta sé akkurat sem svona reynsluboltar eins og við og maður láta koma frá. Þetta nákvæmlega og ekki bara það heldur þeir eru líka sjálfur að tala þingið niður. Og hver hefði trúað því eða gert það fyrir 15-20 árum að þingmenn fær að tala sjálfur störf þingsins niður. Uppbyggjandi nöldur reynsluboltana hérna við borðið. Já. Þetta voru velvæsklaður. Ég meina, pólitíska hlýtur að vera bara, hún gengur út á einhverja skoðanir, hugmyndir, eitthvað og það alveg að ræða það og fólk getur verið ósamlega það þegar allir orðnir þarna Bjánar, Asnar og fávitar og landráðamenn og talaðu fallega fólki Já, og svo þetta með trausti þingsins, það allir í kappi við það að efla það vantar ekkert en þá var það fórseti þingsins sem að missir hvað þeir hann að stjórn á skapi sinu sem á að hafa stjórn á þinginu bara svona, talandi það er óheppilegt það er verulega óheppilegt Svo líka bara þingskapalög mér var kent að henni gamla dag þegar maður læriði fundastjórn og annars slíkt þá bara reyfa menn málið og svo kom öll sjónum með fram þá er falla atkvæða hérna menn byrja að lesa úr skýslum bortinstildar og opnafriði í einhverju því tilgangi að tefja mál og eitthvað svona skilji. En svo líka annað dæmi með þessa stemningu, það er þessi brennivínsmenning hérna, áfengiskúltúr sem við erum uppi komin á kafin í íþróttafélögin og maður getur ekki farið á handboltaleik á barni og það eru svona einhver sé að drekka bjór við liðin á mann og eitthvað svona og við vorum þess að fá núna hérna ný gögn frá Landspítalanum innlagnir tengdar hérna áfengismálum alveg bara, þú veist, ótrúlega mikið böl í gangi og sama tíma þá er eins og fjölmiðlarnir, þeir eru bara alltaf að verða hressar og full og bara drukknari og þú veist hlaðvarpsstjórnendur drukknir og það er allstaðar áfengi verða að skála og það verða að prómótera þetta allt saman Þetta er svona annað dæmi stemningu sem að ég segi ekki leiði til heimsenda. Þetta er Karlsberg á kantinu svona bara í útsendingu, það var það alveg En þetta er svona einhvern menningar fyrirbrigði sem ég veit að Árni, þú þekkir náttúrulega betur við og þú er búin að vera mikið í þessum málum, en hvað segir þetta? Ég er alveg jafn hnyggslur og þú með þess að það börn og ungmenni fá ekki frið. Nei, það kom, ég var einhvern veginn að segja að sögja að barnabarn mitt fekk brennivínsauglýsingu á iPadni sinn í svona ramma og veðmálaauglýsingar og annað slíkt og síðast bara í gær því ég er formar í foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum og síðast í gær fengum við sendt hérna frá handboltadeild Vals, það er eitthvað bjórkvöld fyrir foreldra, unglinga, Liss, Vals og ég fór að segja hvaða tegund og fólk finnst þetta hipp og cool en það er náttúrulega eins og í öllum svona valdakerfum þá er náttúrulega áfengisbransinn, hann er svo óbóðslega ágengur og hann bara kaupir upp heilu hálfu íþróttafélaginu og það er einhverjir miðaldra rútar þarna, svo ég tala reynir íslensku, sem halda að drekka bjór á handboltaleik sé bara málið, meðan að ég sé þetta sem auðvitað uppbyldistarf og eitthvað slíkt Ég sé þetta bara dapuleg þróun. Já, ég segi það líka. Já, þarna var stjórnmálum brugðist og Ég þekki líka hina hliðina á þessu að ég er mjög virkur í kringum bara félag eins og fram núna, þó ég sé ekki í stjórnar eða neitt en það er búið að vera að taka á þessu á því að ég var fann að sjá bara miður leikjum þá komum bara með kippurna bara lappandi svona í áratastæðin en núna þurfa menn að selja þetta bakteramegin í dag en auðvitað eiga öll þessi félög í gríðalögum rekstrarerfiðleikum og það er ekkert sagt um það réttlæta Sumpart vegna kostnaðar við erlenda leikmenn það er nú ekki mikið hjá fram þá er aldrei í sambandi við rekstrarerfiðleik og allt þetta þá er náttúrulega áfengisbransin aldrei vinur manns. Ég fekk reyndar að við framari það kemur svo mikið að post til okkar bara utan úr bæ það haldi allir að við séum bara að leita einhverjum álum til þess að gera röflútur en það kemur postur og meðal annars kom postur ég held að vera úrslitakeppnin í fyrra hjá framörunum þá var akkurat þessi lýsing hérna það var einhvers sem sagði að það er auðveldar að komast á barinn heldur að fara klóstið og svo var einhver mamma sem hefði tekið bandið sitt heim og einhver leika, ég veit nú ekki hvort það var Þetta er ekki verið hjá fram Ég veit að þetta er ekki þessi vikingum en það var barn sem kemur heima íþróttakapleik ángandi áfengi og þá hafði einhverjir stuðningsmenn mist yfir barnið bjór og þá fyrir þess að kvisslas akkur bara fyrir þetta fólk ekki á pöppin en þetta er líka partur af þessari umræðum hvernig hvert
ok, ekki hægt að stefna þeim þá í eitthvað aðrar áttir, þannig að þau geti staðið undir rekstri. Þetta sífellt erfiðara, þau eru með dýr í íþróttamannvirki og annað slíkt. Ég meina, hvað með lottóin og allt. Og ég sko, að því ég hef sjálfur sko farið í meðferð, það ekkert leyndarmál. Og ég veit alveg hvernig spilafíklum leið þar inni. Ég hef líka farið í meðferð. Já, ok, já, ég bara stoltur að ég hef gert það og hann mjög langt síðan. Og þar, þeir sem áttu erfiðast þar, það var svo merkilegt. Það voru spilafíklarnir. Já. Þeir voru miklu verðsettir af því að þeir kviðu svo fyrir því að koma út í samfélagið aftur, vegna þess að yfirleitt voru þetta og einstaklingar sem voru búin að steypa sér í stór skuldir, jafnvel gagnvart sínum nánustu, fjölskyldum og annað. Skömmin gríðaleg. Og þetta, en þarna eru sem sagt sko inn í spila lottóin og þetta, getraunir og allt og svo er þetta á netinu og þarna eru annars konar fíl sem er gífurlega viðuröfna. Ég sé bara sem amma, maður svona kvíði, þeir eru ennþá sko bara í fyrsta bekk og yngri sko, þannig að þetta er ekki komið en bara hvað býður þessara barna sko. Það sem eins og við stundum rætt hérna, við þurfum að búa til einhver ramma sem eru bónir. Þú veist, við getum ekki veitt einhverju svo áfengisbransi. Við getum ekki veitt honum aðgang á börnum og úlingum bara með að sitja hjá og allt sé hipp og kúl. Þeir eru í því bara alla sóluningin og normalisir áfengisdrykkju, þið sjáu alltaf þessi podcast, alla þessa mynd sko. Hún er ekki bara normalisir, hún er gerð eftirsóknar. Það þurfum við að setja meiri fjármuni inn í bæði lýðhelsu bara almennt og íþróttir vegna þess að kyrrsetan hefur nú aldrei verið meiri, skjánotkun aldrei meiri og maður sér það bara hvað börnin sækja. Ef það eru ekki einhvers konar tómstundum með afþreyingu, þá fara þau bara skjáin. Hvert barn sem hleypur yfir íþróttavöll, það er bara árangur sko. Já. Þess vegna gerir maður kröfu til íþróttavöll, hún hafði bara lægi. Akkurat. Hún þykkur náttúrulega vera dópert fjö og allir þessi samningar við dreifingunum. Ég myndi freka bara að ræða svona mál við Íþróttasamband Íslands sem er hætturinn á þessu öllu, að þeir marki sér stefnu og kalli þá eftir. Ég hef einbrað á svona samtölum við þá og hérna, þetta er flókið, segja en það er líka bara graf alvarlegt mál að stefna lýðhelsu ungmenna í voða. En það hefur verið þannig sko, ég sjálfur sko, ég er F-fangur náttúrulega sem er eitt allra besta íþróttalið landsins að sjálfsögðu. Hvaða lið sagðirðu? F-fangur. Já. Við erum góður að verða Íslandsmeistari bæði kvenna og karla í sumar. Já. Ég er bara íþróttafélag mikla á svett. En þá var það þannig sko, það var salur. Það var salur veislusalur sem félagi leigir út í Veisluhöld. Og á þeim sal var vínveitingaleði. Og síðan þegar menn fara að nota vínveitingaleði til að selja fólki brennivín upp í stúkuna, það var algjör samaði með valsana sem höfðu þarna fjósið, það sem einhverjir miðaldra kallar sem ekki gátt að horta fótbolta eitrú, hræstu sig fyrir leik, utan við allt kerfið, fóru svo eftir leikin fengur sér annan, þeir verða aldrei annað en bara einhverju miðaldra kallar sem get ekki horta fótbolta nema að drekka bjór og trufluðu ekki neina. Leður þetta fóru að berast upp í bekkina, þá byrja að vilsa. Við þurfum að slíta þessu núna þótt við getum setið annan klukkutíma. Ég hélt alltaf með FH þegar ég bjó í Mývatnssveitinni sem barn af því að sko FH var ekki Reykjavík. Já, ég kannast við þessa tilfinningu sko. Það var Skaginn eða Keflavík eða FH. En það var eitt af við Evrópumræðina sem að verða bara að taka á einhverju seinni stigum. Það sá hluti sem við glemdum að ræða og flækir þetta ennþá meira. Það er þessi sko að skipti lið með sko út af þessum stríðum sem er í gangi að nú hafaðu lesið þannig inn í þetta að það sé veðjandi á Evrópusambandi að því að Trump er náttúrulega galinn og þarna verður til enn eitt debandið til þess að skipta mannu niður austur og ég held að þetta er vanmetið en þess að hérna En sumum finnst þetta nýrök. Já, en mér finnst alveg ömurlegt að þegar er sagt við mig sko hérna þegar ég segi ég er ekki hallur undir að ganga í Evrópusambandið að þá segi ég trumpisti. Það er eitthvað. Já, er það ekki? Jú. Já, ég meina þetta er alveg að síðasta sem ég þurft að heyra. Erna Bjarnadóttir, Árni Guðmundsson, Andrés Skúlason, kæra þakkir. Þú þarft að drífa þig og hérna áfram göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur ekki fara langt. Takk. Lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar.
Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ég heldur getum sagt að árangur Norðmanna á vetrarólympíuleikunum hafi vakið, ég var að segja, tilvistarspurningar. Okkar smáþjóðar, hardulegu smáþjóðar hér í norðrinu og það vakti athygli mína á dögunum í tengslum við uppgjöruleikana og alls konar umræðu sem hefur orðið að Erlingur Jóhannsson, íþróttafræðingur, hann ræddi fáránlega nálgun í íslensku íþróttastarfi. Hann hér komin að Rauðaborðinu, vertu velkomin. Takk fyrir, takk kærlega fyrir. Sko, náttúrulega mörg okkar hafa stundað íþróttastarf, þar meðal ég, fótboltanum og skíði og fleira og svo hefur við börn sem stunda íþróttir og við þekkjum sum hver svona, á ég segja, átök sem birtast sko milli hugmyndarinnar að það skiptir ekki öllum máli að vinna. Heldur þurfum við öll að vera með, var ekki slagorðið með fí einhvern tímann og átökin á milli þessa og afreksstefnu og hérna og ok, það hellingur af krökkum sem að þau falla fyrir borð vegna áherslu á afreksstefnu, segja margir foreldrar, en svo afreksstefnan ekkert að skila endilega þeim árangri hér sem að svona heimsvísu sem að við vildum sjá og ég ætla bara að byrja á því að fá þau til þess að staðfesta þá hugmynd mína það ekki staðreynd að sem sagt árangur Íslendinga á heimsmeistarmótum, ólympíuleikum og í alþjóðlegri keppni í íþróttum, hann undir höfðatölu meðaltali. Jú, þakka fyrir. Ég held að það sé alveg skýrt að við erum ekki að ná eins góðum árangri eins og við höfum náð undanfarin áratugi. Við höfum ekki náð að halda í við aðra þjóðir varðandi fjölda þáttakanda á ólympíuleikum og annað slíkt og heimsmeistaramótum. En á sama tíma erum við að ná góðum árangri í eins og við náðum í knattspyrnunni hérna 2018-16 og flott kynslóð sem kom upp þar og við erum alltaf að ná ágætis árangri í handbolta, sérstaklega núna síðast en eftir nokkuð mögur ár. En tölfræðin sýnir það að við erum ekki að ná eins góðum árangri, sérstaklega í einstaklingsíþróttunum eins og við höfum náð, fáum færri afreksmenn og það var nú kannski þess vegna sem það var gerð þessi úttekt og ég var í þeim hópi sérfræðingar sem lögðum skýrslu og gerðum úttekt á því hvað þyrfti að gera og þar á meðal var hort til nágrannlandan okkar sem hafa verið að ná ótrúlega flottum árangri, ekki bara Norðmanna, heldur einnig Svíþjóðar, Luxemborgar og fleiri landa og inn í þessa skýrslu voru sett fullt af atriðum sem á að vinna eftir og þau miða bæði að því að efla afreksstarfi en ekki minnst að efla lýðheilsu í landinu því að það sýnir sig að oft á tíðum fer þetta, ég vil alltaf fer þetta saman, það að segja að ná árangri í íþróttum og afrekssstefnunni og efla lýðheilsu í landinu, þannig að þetta er bara svolítið spurning hvernig maður útfærir þetta og hvernig maður setur þetta í framkvæmd og þar hafa Norðmenn bara náð verulega góðum árangri og það var meðal annars núna bara í Guardian í síðustu viku úttekt á norska módelinu sem var fyrirmynda módel bara í Evrópu sko. Þannig að þetta er engin tilviljun það sem þeir eru að gera. Sko Norðmenni eru stór merkilegir þessa dagana, það ekki bara séu brautryðjendur í kvikmyndagerð og listum á sömu sviðum heldur líka þetta. Áður við förum aðeins betur inn í Noreg, þú bjóst þar í hvað, 16 ár? Já, ég hef alla mína menntun, doktorspróf og framhaldsmenntun aðra í Noregi, ég bjóð þar í 16 ár. Ég var með ég byrjaði doktorsnámi 91 og það var hluti af átaki norska ríkisins að efla rannsóknarsvið íþróttafræði og íþróttaheilsufræði. Norðmenn fengu skilaboð 1988 að þeir myndu halda ólympíuleikana 94
og þá blés norska ríkisstjórnin til sóknar og afhendi norska íþróttaháskólanum 10 stöðugildi í doktorsverkefnum og ég fekk eitt af því og stundaði þar doktorsnám, kláraði það og var með í þessari fyrstu bylgju sem var til þess að norðmenn unnu svo áfram í framhaldinu. Og áður en förum nánar út í þetta, hvað áttirðu við þegar þú sagðir í viðtali við Ríkisútvarpið daginn að við verum með fáránlega nálgun hérna í íþróttastarfi? Ég ætla ekki að fara mikið út í það akkurat hér en fáránlega nálgun fannst mér og finnst ennþá svolítið þessi snemma sérhæfing sem á sér stað í mörgum íþróttagreinum á Íslandi. Við erum, og það að því sögðu, þá erum við með mjög öflugt, við erum með velmenntaða þjálfara í yngri flokkunum, við erum mikið okkar nemendum úr háskólanum sem eru að vinna í þessu sem þjálfarar, launaðir og en við erum í mörgum íþróttagreinum erum við með of snemma sérhæfingu sem við höfum séð og við höfum gert rannsóknir á og sjáum að það er þannig og það er eins og þú sagðir. Hvað áttu við þegar þú segir of mikil sérhæfing? Já, við erum kannski að deila krökkunum inn í A, B og C-lið og snemma staðan fyrir að flokka þau A, B og C og spísa þjálfurina, hugsa mest um þessa bestu. Það er ekki í þráð með eins og til dæmis kynþroskin. Kynþroskin getur verið mjög ólíkur eftir einstaklingum, hvernig þau komin í kynþroskan og margar rannsóknir sýna að mjög bráðþroska drengjur og stúlkur eru kannski meira hættu að meiðast og seinþroska koma seinna inn og eru kannski ekki eins öflug. Og það er mjög brútal að vera stór efnilegur íþróttamaður, vera seitt til á gelgjuskeiði og vöðvamassi og annað kannski ekki þurfa að bíða svolítið eftir því þótt krakkarnir séu að æfa mikið en falla svona á milli skips og bryggju þá. Já, og það er alveg, við erum nýlega búin að birta vísindagrein þess að við erum að skoða 14 ára drengi í HK og Breiðablik og þar sáum við að 14 ára drengir í biológiskum þroska eða líffræðilegum þroska eru á aldrinum 9 til 16 ára. Og þeir eru 14 og þeir þjálfar á sama hátt. Það gefur auganleið að einstaklingur sem er 14 ára, búin að raka sig í mörg ár og svo framvegis og annar sem er varla komin í kynþroskan sem er 10 ára, þeir þurfa mjög ólíka þjálfun og þeir eru komni mjög ólík langt í hversu góðir þeir eru í afreksmennskunni og hvað þeir geta varandi hraða, stökkkraft og fullt af öðrum þáttum sem tengist þjálfuninni. Þannig að þetta eru menn alltaf að taka meira og meira tillit til í þjálfun ungmenna og þarna þurfa fleira að koma inn í þetta ferli. Að taka tillit til kynþroskans, taka tillit hvar þau eru stödd. Hvað með samband foreldra og þjálfara? Í sumum íþróttafélögum allavega þá er ekkert vel séð að foreldrarnir séu eitthvað að hafa einhverja meiningar þjálfun og ekki fundir á milli þjálfara og foreldrabarna og svo framvegis. Foreldrarnir eru náttúrulega mjög mikilvægir í þessu samstarfi og ég veit allan að sérstaklega í Noregi þá er það þannig að foreldrar sjá meira og minna þjálfunina fram til 11-12 ára aldurs af því að það er ákveðna reglur barnaþjálfun þar. Hér á Íslandi er kannski ekki þessar reglur alveg eins skýrar varandi hvernig þú átt að stunda íþróttir barna og ungmenna svona snemma en þar þarf bara mjög mikilvægt að halda foreldrarnum frá þjálfuninu og treysta þjálfarunum. Það er alltaf mikið það hef ég heyrt, ég hef enga vísindilega rannsóknir en það sem maður heyrir að foreldrar séu að krefast þess að sonur þeirra eða dóttir þeirra séu aðliðinu og svo framvegis. Þannig að það er samt sem áður mjög erfitt þetta er erfitt að þegar foreldrarnir eru að borga mikið fyrir börnin sín að fá að æfa sem er kannski verður til þess að þau eru mjög ítinn á að koma sínu barni að en við verðum að treysta þjálfarunum sem við erum með. Við erum styrkleiki íslenska kerfisins í dag fram að 11-12 ára aldri að vel menntaðir þjálfarar að sjá þetta og foreldrar ættu bara að treysta því og ég held að flest félög séu þannig. En er það satt þegar logið að í Noregi upp ákveðnum aldri þá séu ekki að keppa innbyrðis
og það sé ekki gull, silfur og brons og heldur meira svona að þau býði með þessa hörðu keppni þangað til þau eru eldri. Já, í Noregi þá erum við með reglunum barnaíþróttir, það sem heitir á norskunni barnesbestemmelser og þar mjög skýra reglur að þau kepp ekki að neinu viti fyrir 12 ára gömul og þau fara á mót en það aldrei birta niðurstöður á mótunum, það aldrei settar upp töflur eða neitt slíkt og þeir hafa bara það sem viðmið að kepp ekki fyrir þeirra orðin 11-12 ára gömul. Hvers vegna? Nei, bara til að þeir eru mjög uppteknir að nota það sem þau kalla hafa eins marga, flesta og best eins lengi og hægt er. Þannig þeir miða því að halda öllum inni og barnaspil sem reglur barnaíþróttum í Noregi byggja á því að efla félagslegan þroska, efla félagslega umgjörð barnana og ekki skipta þeim í A og B og C-lið fyrir þeir orðin 12 ára gömul. Og þetta þessi félagslega umgjörð og hefur orðið til þess að þú fær tækifæri til að þróa þennan líkamlegu hæfileika út frá þeim líkamlegu forsendum sem þú staðsettur í og þetta hefur tekist mjög vel og minna það var þetta sem breski fjölmiðlar voru að fókusera á í síðustu viku í Guardian að það þetta módel normanna með barnaíþróttirnar að það skiptaðum ekki upp og þannig að þetta er þekkt í fleiri verkefnum sem menn hafa verið að gera í Noregi með það sem menn hafa verið að þróa þessa hugmyndafræði og ég held að þetta sé einmitt hlutaði þetta er stór hlutaði og menn hafa verið að skoða, kollega mínir, ég vinn sem professor 2 í Bergen og þar hafa menn verið að skoða brottfall í norskum og sænskum íþróttum og fleiri og sjá að brottfall í norskum íþróttum á þessum aldri er miklu minna heldur en mörgum öðrum löndum og þetta eru rannsóknir sem liggja fyrir. Þetta finnst mér mjög merkilegt og væri kannski til bóta að ræða aðeins betur hér á landi. Við þekkjum svona stéttaskiptinguna sem verður eftir getu. Það verður hierarkía og það hlýtur að vera svolítið leiðilegt að vera einhvern veginn snemma undir skipaður og vera alltaf með brekkuna fyrir fram að sig á leiðinu upp sem væri kannski hægt að losna við. Já, það er algjörlega þannig og það er því fyrr sem við byrjum að raða fólki niður í þessa flokka og velja það úr og þá getur maður alveg áleiktað að hvernig er andlið líðan hjá þessum krökkum, hvernig er sjálfstrustið og svo framvegis fyrir seinna. Þannig að það er margir þættir inni sem mann þurfa að taka tillit til en það er þetta módel sem við verðum að hafa hér í þessum fámennu löndum. Við verðum að hugsa alla eins mikið við getum. Við getum ekki notað módel frá öðrum löndum. Við þurfum að búa til íslenska módelið sem við hugsum sem best okkar einstaklinga eins lengi og hægt er. Og gefa þeim möguleika því að það er ekkert of seint að velja íþróttagrein nú þegar þú ert 18 ára gamall og velja þá íþróttagrein. Ég vann hérna mjög lengi með Vestinni Hafsteins í 2 ár að búa til þessi afriðstefnu og hann fekk 2 einstaklinga til sín sem 18 ára og fór að kasta kringlu 10 ára síðan voru báðir orðnir ólympíumeistarar. Þannig að það er engin ein leið í þessu. Sumir byrja mjög snemma og ná árangri en aðrir ennþá fleiri sérhæfðir alltaf snemma og ná ekki árangri fullorðnir. Þannig að vísindarannsóknir hafa einnig sýnt að barnastjörnur sem ná mjög góðum árangri 15, 16, 17 ára það er 3% líkur að þeir nái árangri sem fullorðnir. Einstaklingur sem er sinn og er ekki sem bestur sem barn unglingur það er 26% líkur að sá einstaklingur nái afreki og komast á ólympíuleika. Þannig það næstu 10 sinnum minni líkur að sá sem er ekki barnastjarna og gerir það gott 15, 16, 17 ára nái langt á alþjóðamælikvarða þeirra fullorðin. Hérna eru rannsóknir sem bæði Þjóðverjar, Austurríkismenn og Bandaríkjamenn hafa gert og hér eru þáttakendur með 50.000 sem það fyllt í gegnum tímina. Þetta hef ég kynnt mörgur sinnum og sagt frá. Þannig að við verðum að hlusta á svona vísindarök í þessu samhengi að það er engin katarsófa fyrir foreldrana að barnið þetta er ekki best þegar það er 14-15 ára. Þvert á móti getur það verið ávísun á að þetta verði góður atvinnumaður í fótbolta eða whatever. Já. Þannig að það er fullt af þekkingu til hér sem við getum notað í okkar uppbyggingu afreksmiðstöð.
Og þessi gögn, þetta sem þú nefnir núna er óræk vísbending það að við getum gert betur og við ættum að einhverju leyti að miða okkar framtíð við örlítið aðra pósta en þá sem við höfum stuðst við. Já, það náttúrulega, þetta svolítið galdur að hversu hart út að pressa þessa krakka í að slípa afrekið þeirra og ég var bara að lesa í gær greinum Klebu sem með unni flest gullvelun á ólympíuleikum í skíðaíþróttum. Hann var svona miðlungsmaður 15 ára. Þetta stóð á vegi í gær og viðtal við fleiri aðila sem tengjast honum. Hann ekta dæmi að hann var miðlungsmaður 15 ára og langbestur þegar hann 25-6 ára. Og auðvitað eru til dæmi líka hinnalegin að þessi 3% sem ég var að tala einhverju sem byrja að ég var 7, 8, 9, 10 ára að verða líka mjög góðir. Þannig að það er engin ein uppskrift hér. En það eru fleiri og fleiri sem sem sýnir þetta. Og svo hefur maður heyrt að ofþjálfun geti orðið hjá krökkum sem eru aldir upp sem stjörnur, eiga að vera stjörnur og það öllu kosta til að þjálfa þau sem mest, kannski áður en einmitt kynþroskinn og líkamlega þau eru tilbúin fyrir eins mikið álag. Já, það fullt til að vísna rannsóknum með þetta og ég var í síðustu viku andmælandi í Nóri í Norska Íþróttaháskólanum og þá voru að ræða þessa hluti meðal annars og það krossbandarslít meðal annars hjá ungum krökkum hafa aukist mjög verulega í Nóri og sérstaklega hjá mjög efnilegum íþróttamönnum sem þýðir það að þau eru kannski við vitum það við kynþroskun hjá stelpum þá breytist þyngdarpunkturinn vegna líkamssamsetningin breytist þá komur önnur álag, annað álag á hnén og ef þú ert ekki að byggja þetta upp rétt og þjálfa kannski og einhæft þá eigur möguleika á álagsmislum og bara ofþjálfun eins og þú segir. Þannig að þetta við verðum að hafa meira gaman af þessu og vera upptekin af leiknum. Við töpum ekkert á því að vera of lengi upptekin af honum. Nei. Það eins og var segir mann ekki alltaf eins og menn á okkar aldri það var alltaf best í gamla daga en við megum ekki tapa að leikurinn líka í kringum þetta efli lýðheilsu og það fullt af krökkum og einstaklingum sem hafa farið í gegnum afreksmennskuna upp á ákveðnu stigi og svo en eru afreksmenn fyrir lífið og afreksmenn í lífinu. Já. Og oft þetta þessi krakkar sem eru ná þessum aga sem þarf til þess að stunda íþróttir og standa sig vel í því þau eru oft hugsun þeirra einhvern veginn tími þau læra að skipuleggja hverja mínútu og þau eru líka, þeim gengur líka vel í skóla og félagslífi það ekki satt Jú, það algjör fylgni hér á milli að flest allir afreksmenn sem ná langt þau eru yfirleitt mjög flink í skóla og eru með afbörðan námsárangur og ég meina íþróttamaður ársins í dag Eygló Fandal, hún á 15 ári í læknisfræði og brillir þar þannig að hún bara típist dæmi það og Frænka minn ættu mjög á settinni? Já, hún mjög á settinni, ekki þannig verra fyrir mínvetningana en hún bara típist dæmi það og það bara gegnum gangandi og maður sér það í þessum afreksmiðstöðum, afreksframhaldsskólum að þessi krakkar sem að standa sig vel þar eru einnig að standa sig mjög vel í námi. Það fylgir oft með. Já. Það umræðið þetta líka í listalífinu á Íslandi og til dæmis eitt sem deilt það eru bara svona keppnir. Já. Og maður keppa í list og þú veist, jafnvel 8 ára og yngri og svona. Hver svona þín skoðun á skaðsemi keppninar? Þetta er svolítið stór spurning og vand svara. Liggur við heimspekileg. Já, það er eins og þú komst inn á áðan, það er afrek í lífinu, afrek í listum, afrek á píanónu, afrek í íþróttum. Þetta snýst ákveðin lífstíl. Þetta snýst ákveðin að vera skipulagður, setja hlutin í skipulag. Ég veit að bara ég á 3 börn og þau hafa verið hluta til í afreksíþróttum líka
og ég var afreksmaður sjálfur og maður verður og ég búið þess alla tíð að vera skipulagður og vera markviss skipulagður hlutina, það lærði ég í íþróttunum. Þannig að þú farð ákveðna hæfni hérna, ég meina í mínum huga, talandi um listir, þá er einn mesti afreksmaður í dag á Íslandi, það er Víkingur Heiðar Ólafsson. Því líkur afreksmaður og því lík afreks sem hann er að setja þegar hann situr 80 mínútur upp á sviði og spilar án stopps, án nóta. Íþróttamennska bestu sort. Já, og þetta er bara afreksmaður á heimsmælikvarða, en það er hann ótrúlega flottur. Þannig að það er margt mjög sameiginlegt með afrekum í listum og mörgu öðru þannig. Ég meina afreksmenn í vísindum eru sem ég þekki til, Nóbelsverðlauna hafa allt þetta eru allt mjög öflugir einstaklingar. En ég sammála þessu og stundum mættu við reyna að sko minnka bilið á milli listana og íþróttana og góð íþrótt er list og list er góð íþrótt og allt það sko í mínum huga. En ég var svona aðeins að sko veltaði fyrir mér, væri hægt að eiga bara barn í íþróttum ár eftir ár, það myndir aldrei taka þátt í neinum keppnum, en það væri samt bara gaman. Já, það, ég minna einn af þessum hlutur sem eru normennir eru byrjað með, við ætlum ekki, ég ætla bara endurtaka það, við ætlum ekki að taka norska módelið, en þeir hafa byrjað með, og það ég fekk að vita bara í síðustu viku, að fleiri og fleiri félög í Noregi, íþróttafélög, eru byrjuð með tvennskonar æfingaprógram fyrir krakka. Það er að segja, þú getur verið að æfa 10 ára eða whatever hvað átt gamall, getur verið að æfa á íþróttafélagi og þú ætlar að keppa. Þú ætlar að keppa mikið, en svo ertu líka með það sem kallar bretti ídrætt, eða sem þú getur mætt 3 í viku og þú keppir ekki neitt. Þú ert bara með á æfingu. Þannig að þeir eru með tvo möguleika að þú meldar þig inn í afrekið og þú ætlar að taka þátt í keppnunum sem koma, sem eru ekki mjög margar með á íslenska kerfið, en þú ætlar líka að vera í klúbnum og bara æfa þér til skemmtunar og til að efla þína liðhilsu. Þetta er mótil sem er að reyða sig mikið til rúms í klúbunum í Noregi, sérstaklega út á landi og fleiri stöðum til að halda fleiri minni. Þetta er eitthvað sem við getum gert eflaust miklu betur hér. Og vera með svona, ég veit ekki hvernig lottopeningar og fjöldi þáttakanda í félögunum og svo framvegis, þetta er eitthvað sem er mjög auðvelt að aðlaga og eflaust er eitthvað félög með þetta nú þegar, vonandi. Lýst þér ekki vel á þetta? Mér finnst mjög vel á þetta, mér finnst þetta alveg brilljant leið til að halda krökkunum inni, því að það er eins og margir hafa sagt, eins og Erling Braut Haaland og fleiri, þessi félagslegi hluti sem farið í íþróttunum er algjörlega svo mikilvæg fyrir seinna í lífinu að þetta sé gert á þann hátt. Já. Það verður til einhver samfélagslegur þroski og samkennd að vera í liði. Já. Það er annað. Já, og svo líka, það sem ég vil líka nefna í þessu samhengi, við þurfum að vinna mikið, sko, mottóið í mörgum af þessum bestu ríkjum er samvinna, að vinna saman. Og þegar ég var aðeins að lesa þetta í morgun áður en ég kom að hitti því, þá er það mjög samvinna menntakerfisins, framhaldsskólakerfisins til dæmis í Noregi er rosalega öflug. Við stofnum hérna afreksmiðstöð síðasta vor á Íslandi, sambarlegt eins og við Normenn er búin að hafa afreksmiðstöð núna í 38 ár, þannig að þeir eru 3 áratug undan okkur. En þeir hafa þróað kerfi þar sem þeir passa upp á einstaklingana mjög snemma í kerfinu og vinna saman með skólakerfinu. Og við erum með margar afreksbrautir, íþróttabrautir í framhaldsskólum, en það er engin samræm stefna hvernig það eru, mér vitanlega. Það er ekki gæðaviðmið, það er ekki hvernig þetta á að vera, hvað er unni með. Krakkar sem fara afreksbraut í Noregi, þegar þeir eru 15-16 ára í framhaldsskóla, þau fá svigrúm til að æfa 10 tíma viku í skólanum. Það er hluti af stundatöflunni. Bara einingar. Það er bara hluti af því að vera í náminu. Og þetta er aðeins að koma hérna í framhaldsskólana, en það þarf miklu meiri samvinnu framhaldsskólastigsins og Ólympíutoppurinn til dæmis í Bergen, hann er að fara í framhaldsskólana og styðja framhaldsskólakennarana til að gera það öflugara. Það er þessi samvinna sem ég finnst þurfa að einblína mjög mikið á, að menn tali saman, íþróttafélögum vinni með framhaldsskólanum og þetta er eitthvað sem við leggjum mjög skipulega fram í þessari skýrslu okkar, að þarf að efla mjög mikið.
og það þarf að efla umgjör afrekskrakkana í framhaldsskólanum. Við höfum það bara núna fyrir jól að stelpur sem voru að keppa í Evrópumeistaramóti í handbolta þurftu að taka próf á mótinu. Þetta bara hluti sem þarf að laga og þarf að gefa þeim tækifæri að vera bara í því sem þeir eru. Þarna eru norðmennir mjög skipulagðir á að vinna saman. Svo svolítið svona, við getum sagt að það sé óréttlátt. Það sko munurinn á því til dæmis að vera efnilegur fótboltamaður eða handboltamaður hér á landi og kostnaður sem fellur við ferðir utan landsteinana. KSÍ virðist hafa mun betri bjargir til þess að ýta undir og borga ferðakostnað heldur en HSÍ. Er það ekki staðreynd? Ég þekki það ekki alveg nógu vel sko og en maður heyrt að KSÍ hafi meiri fjármuni en allavega hafa haft það, en ég hef nú heyrt núna að þeir séu svona smá kreppa núna. Sem smá kreppa, ég veit það samt ekki, ég vil ekki segja, ég þekki það ekki nógu vel sko, en ég þekki bara hvernig það var hérna áður, þá voru menn að borga þetta meira minna sjálfur. En afreksmiðstöðin hefur núna byrjaði núna í vor með, eða núna fyrir nýlega með sjóði sem styrkja launakostnað afrekshússins, sem búið að vera mjög lengi við lýði annar staðar, þannig að það er verið að gera hluti og það tekur tíma að byggja upp. Sko, ég held ég þurfi að nefna það upphátt að þótt við séum hér að svona ræða það sem gæti farið betur. Það náttúrulega alveg ótrúlega fallegt samfélag inn í íþróttahreyfingunni. Ég dáist að því á hverjum degi hve margir einstaklingar, fullorðnir og börn leggja fram ómælda vinnu til þess að keyra þessa vél. Það er glaðværð, það er pepp, það er svo mikill auður inn í íþróttahúsunum, inn í félagunum, inn í þessari hreyfingu að ég vil bara nefna það uppátt að það er ekki þannig eins og að þótt ég sé að spyrja kannski gagnrýnið að hér sé að maður þurfi ekki líka að nefna það hvað er margt sem er vel gert. En ég ætla aðeins að halda áfram með peningahliðina að sko ég hef alveg séð það út undan mér að efnilegi krakkar sem að lenda í því að það fellur mjög mikill ferðakostnaður á fjölskyldu og keppniskostnaður og svona, að það getur verið alltaf áskorun, það getur verið bölvun fyrir heimili, það getur verið bölvun fyrir heimili, ég ætla bara að nota orðið fátæksbarns sem er mjög efnilegt ef það á að skella á því miljóna auka kostnaði og bjargir barna til að afla fjár, þær eru mjög mismunandi. Taktu nýbúa eða innflytjanda sem er rosa góður í einhverju íþrótt, foreldrar hans þekkja engan Íslending, það þýðir ekkert fyrir þau að henda færslu á Facebook. Já, strákurinn minn er að fara að keppa hann fyrir til Króatíu í keppnisferðalag, þau til í að kaupa okkur vöru og styðja okkur til ferðakostnaðar. Það er oft sko, af því að íþróttir liggi í ættum á Íslandi, það eru oft sko stóru ættirnar sem að búa yfir bestu baklandinu sem eiga auðveldast með fjáröflun og við veitum að frístundastyrkurinn er bara pínlítið brot á þessum kostnaði. Hvað með þessa hlið? Þetta er náttúrulega, ég er algjörlega sammálaður í þessari lýsingu þinni á þessum hlutum og að það er að buga mjög marga foreldra þessi mikil kostnaður. Ég hitti einn í búðinu daginn og hann sagðist að borga 1,5 milljón fyrir 3 börn í íþróttum og ári og það er rosalega mikið. Við erum eina skandinaviska þjóðin sem er með tómstundastyrkin frítíma tómstundastyrkin til stuðnings og sýnir hvað að samfélagið er raunin að gera mikið en þetta er náttúrulega algjörlega þetta er ójöfnur alveg klálega og það er bara spurning hvernig við gerum þetta og eins og þú lýstir hérna á það er náttúrulega ótrúlega margt verið að gera flott í íþróttahreyfingunni og fólki sem er að vinna bæði á ISI og UMFI gerir sitt besta og reynir allt sem það getur en það er bara að vera rammarreipa að draga þannig séð sko en ég sem akademikir háskólamaður, ég veit ekki að nákvæmlega hvort ég hafi ykkur að lausna á þessu, þetta er flókið en þetta er samt sem áður í íslensku samfélaginu, ég hef
verið að séð meldingar á Facebook og annar staðar að erlendur einstaklingur að fara að keppa erlendis og það stunning og þá kemur fólk og hjálpar. Það þetta íslenska andi að þetta reddast og við hjálpum hvort öðru. Ég held að það sé tölvöld líka það sko og en enga síður þetta er dýrt og það er dýrt að fara á öll þessi mót eins og í yngri flokkunum í mörgu að keppa mikið sem unglingur og líf foreldrarna snýst að fara á þessi mót þannig að þetta kostar peninga við getum gert þetta öðruvísi við ægum kannski að hugsa öðruvísi en það er eitthvað sem menn verða að setjast yfir og vinna saman samvinna er eina leiðin hér Við viljum náttúrulega alls ekki sko að efnahagsleg stéttaskipting ráði því hverjir njóta þess að vera í íþróttum eða listum. Nei, akkurat. En tómstundastyrkurinn hann er mjög öflugur og það að nota hann líka í músíkina og í aðra hluti. Þannig að það er mjög flott og menn hafa reynda erlendis. Það er bara fyrst þegar þeir fyrir að ganga vel sem barni sem þú lendir í vandræðum. Því þá eru öll þessi ferðalög og þá kemur öll þessi auka kostnaður þá þarf þetta að huga betur að búnaðinum sem kostar meira, þú ert eiga til skiptana og svona, þannig að það getur verið böl ef barni gengur vel í íþróttum. Það inn í okkar tillögum í þessari skýrslu að fyrir landsliðsfólk, yngra landsliðsfólk að dekka ferðarkostnað. Það í tillögunum sem vonandi ISI og afrismiðstöð mun útfæra á næsta árum. Við lögum til töluvera að vinna í að það þarf að jafna þetta að menn geti sótt þar og það eru sjóðir inn í ISI til að dekka þennan ferðarkostnað hjá félagunum. Þannig að þetta ekki alveg eins svört mynd eins og menn vilja vera að láta. Nei, það er gott að heyra. Já. Sko, aðeins aftur að Norðmönnum, hvernig hafa þeir rýnt í sjálfa sig eftir öll þessi afrek á vetrarólympíuleikunum og hvernig er svona umræðan innanlands hjá þeim? Ég var nú hann í síðustu viku eins og sagði á hann og þeir eru bara mjög stoltir að þessu en þeir segja bara það sem er búið núna, það er búið við vinnum bara áfram. Þeir eru með mjög gott kerfi sem virka mjög vel og þeir það sem er áhugavert líka er hlutverk sveitafélagana inn í þessu afreksmennsku. Sveitafélagin koma markvisst að uppbyggingunni og ég held að því miður á Íslandi séu sveitafélagin ekki með afreksstefnu með stefnu í afreksþjóttum. Þetta er mjög ríkjandi í sveitafélagunum í Noregi. Þetta hefur ekkert með það að gera að Norðmenn eru miklu ríkar en við. Bara spurning hvernig notum peningana. Og þar eru sveitafélagin eins og ég veit bara í Bergen þá er hluti af fjármögnun afreksmiðstöðvar í Bergen er fjármögnun að sveitafélagunum þannig að við þurfum kannski að fá sveitafélagin meira inn í þetta til að styðja við en þá segja menn alltaf já við erum að forgangsraða í lýðheilsu og við erum forgangsraða í aðra hluti en þetta er bara spurning að koma betur að þessu og þetta er orðið til þess að þessi 41 velun sem Norðmenn fengur núna eru dreifð alla Noreg. Þau eru ekki bara í þéttbýliskjörnunum. Þau eru minnst í þéttbýliskjörnunum. Þetta er bara út allt sko. Út frá að því að þetta er ekki bara bundið við ákveðna staði. Nei. Og við getum þetta alveg, ég meina Erling Braut Haaland er alveg upp í Brínu og þar búa 14.000 manns. Já. Hvað fekk hann með móðmjólkinni? Akkur er hann svona góður? Hann náttúrulega mikið að leika sér og byrjaði mjög snemma að æfa fótbolta en það er til marga bækur hann og hann segir sjálfur að þetta félagslega umgjörinn sem hann var hluta var mjög öflug fyrir hann og hann náttúrulega báðir foreldrar hans eru afreksmenn í íþróttum og það var haldið mjög vel utan mann en fótbolti var náttúrulega allt hans líf alltaf en ég held að bæði mammas var sprettlaupari en það er hann ansi hraður Já, hann er mjög hraður þannig að það var, já, hann er bara ekta þannig en ég held að hann hafi byrjað snemma að spila fótbolta Ég dreg kannski upp einhverja rómatíska mynd af þessu sko þegar ég hef verið að fylgjast með Norðmönnum núna á þeirra góðu dögum en svona í mínum huga þá Norðmaðurinn sem vinnur gullverðlaun það er svona fyrir Noreg en kannski finnst mér stundum eins og við Íslendingar
ef ég myndi vinna gullverðlaun á skíðum þá var það fyrir mig. Já. Skilurðu mig? Skilurðu munin í þessari hugsun? Já, það einhvern veginn þannig í Noregi að það er meiri svona menning og hefð fyrir að standa sig vel. Normenn eru svona á þess að ég hafi einhverja vísindilega niðurstöður og rannsóknir sem sína það, þá finnst mér bara norska attitútið og norski hugsunahátturinn að hugsa vel sig. Það er 2 hugtök í Noregi sem eru það er fött með síp og bæna og þeir eru alltaf út að hreyfa sig og út á tur og allt þetta, þannig að það er miklu meira í kúltúrnum hjá þeim, finnst mér, ég er kannski ekki rétti aðeins til að dæma það, en þeir eru bara einhvern veginn hafa þetta meira í kúltúrnum og þeir eru miklu meira í menninguna að standa sig vel í íþróttum og þetta sé svona kollektívar. Já, þetta sé samkenndin. Já, samkenndin. Þetta sé ekki þitt eigið ego. Nei. Og þeir eru mjög uppteknir af því og þeir eru mjög tilbúinir að bakka það upp að una öðrum árangri í þessu og veluna það alveg fram í eistu æsa. Sko. Já. Svo reitt sem við höfum ekki rætt hérna sem er aðstöðumunur, krakkar sem stunda íþróttir út á landi og höfuðborgarsvæðinu. Það er náttúrulega alveg rosalega keyrsla og kostnaður og vesen, sko. Helgarnar, heilu helgarnar og kvöld og sólarhingar. Við erum að spila, ungmenni eru hérna fyrir 18 ára aldur að spila leiki á kvöldin í handboltanum sem eru kannski búin í klukkan 11. Já, þetta er töft, sko, en þetta er bara, hefur alltaf verið hluti að þessu og ég meina, ég held að það séu allir alveg skilja það að þú vilt frekar gera þetta svona heldur en að börnin farið í eitthvað annað. Þannig að ég held að þetta sé bara ekki fórnarkostnaður, þetta er bara hluti af þessu og ég meina, þú fylgir börnunum eða eru ung og fer í alla þessar keppnir en það er líka verið að núna í þessu nýju tillögum okkar reyna að koma út við krakkar sem þurfa að koma utan á landi að það getur sótt ferðastyrki og annað slíkt, sko. Reyna að jafna þessa hluti og en þetta er bara hluti af því að vera í þessu, ég meina, hluti af identitetinu í íþróttum að gera þessa hluti, finnst mér. En af því þú nefnir identitet, sko, ég hef líka veltið fyrir mér sjálfsmynd einhverja þorpa út á landi. Maður skilur það að þorpið vill standa sig vel í íþróttum, það getur haft mjög mikla þýðingu upp á samlöðun íbúana, þeir eigi þarna þetta frábæra körfuboltalið eða eitthvað, en sko ef 9 okkur 10 krónum fara í kaup á erlendum leikmönnum, hvað þá? Já, þarna ertu komin inn á mjög viðkvæmt umræðefni og hérna... Við erum alveg sérfræðingar í því hérna samstöðum að reyna að ræða viðkvæm efni. Þannig að þetta er eitthvað sem er mjög umdilt og hérna, ég var nú sjálfur eins og þú fyrir norðan í Þórsarónum í gamla dag í körfunni og þetta var mikið lyftistöng að fá útlendingarna til að koma inn og við erum fámenn og þannig að þegar þetta farið að vera alls ráðandi þá getur maður spurt sig spurninga en á sama tíma þá erum við að standa okkur til dæmis betri normenn í körfubolta. Við erum, er þetta kannski að skila sér á einhvern nátt, sko. Þannig að við megum alls ekki Það er rosa stemning í körfunni. Já, akkurat. Ég er alveg saman á því. Já, þetta snýst rosa mikið stemningu. Ég get sagt þér annað dæmi. Ég þekki vel til hugaríþróttarinnar bridge og Íslendingar urðu heimsmeistarar í bridge árið 1991 og það var svo mikil vakning, það var svo mikil bylgja. Hver einasti bridgeklúbbur á landinu fylltist af fólki og þú verður sko gáfaðri að því að spila bridge. Þannig að virðisaukin af því hann var ómældur. Sama má segja skákina í Noregi, sko. Magnús Carlsen er náttúrulega heimsmeistari og hefur verið það núna í nokkuð mörg ár og þegar ég átti heim í Noregi þá var enginn að tefla í skák en núna er mjög margir í skák og hann hefur náttúrulega notað sér afreksmennskuna í Noregi, hann er með marga aðstofamenn, hann er með næringafræðinga, hann er með allt mælt og nýjan sem hann borðar og hann er með líkansþjálfara og hann er með allt í kringum sig, heldur sig mjög vel og allt þetta, þannig að hann hefur notað svolítið þetta módel sem afreksmennskan er. En hann hefur nú oftar gagn af reiðistjórnanda heldur en hefur orðið. Já. Svo er þetta líka þessi atriði sem eru mjög mikið. Það er ekki bara þessi líkanlega stjórnun og annars líkt. Það er líkanlega þjálfun, það er líka þessi andliði þjálfun
og ég var að heyra það núna til þess að Búduglind sem sló út Mílan í meistaradeildinni, þeir voru að ráða inn 3. sálfræðingin í teymið sitt og hann kemur úr frá hernum og þeir eru með 3 sálfræðinga í vinnu til að hlúa að liðinu en það eru bara að standa sér ógeðslega vel. Nefnt. Lengur alveg stórfróðlegt að spjalla við þig og fá að vita það sem þú búin að vera að segja okkur en sum okkar eru tapsár og aðeins svo mikið keppnisfólk jafnvel í orðustunum skipta engu máli. Hvernig tapar maður með reisn? Ég held að sé svolítið mikið að vinna með það. Það eru allan að sálfræðingar sem ég hef verið í sambandi við þess að þú þarf líka að læra að tapa og þú þarf líka að læra að vinna. Það ekki allir sem höndla það. Þannig að ég held að það sé með að ná ekki sínu markmiðum og þá eigir að vera það öflugur búin að vinna með þessi andlegu þjálfun. Ég meina, ég held að þetta sé snúið svolítið að byggja íþróttamannin upp andlega frá fyrstu stund og búa til sterk tengsl í kringum hann, félagslega og andlega tengsl. Þannig að þú sér tilbúin að takast á við ósigra og það eru ósigrarnir sem oft á tíðum eru mikilvægir í einu longur run að hafa tapað og svo vilja koma aftur og bæta sig. Einmitt. En hvað segir við þá sem segja sá sem kann að tapa vinnur aldrei neitt? Já, það er náttúrulega önnur hlið málsins og ég er náttúrulega ekki sálfræðingur en það er bara að býta á jaxlinn og það eru margir sem verða alltaf númer 2 sko og ná aldrei þinnu og það er mikið álag fyrir þá en svona er þetta bara, þetta er lífið. En ef ég myndi biðja þig í lokin að reyna að svara spurningu sem ekkert hægt að svara, hvort íþróttir skipti meira virði fyrir samfélag og fjöldan, alveg burt séð frá árangri, eða að afreksstefna og það að þjóðir eigi fulltrúa sem verða bara bestir í heimi, af því að það er náttúrulega rosaleg sjálfsmyndar áhrif af því fyrir samfélag. Hvort er mikilvægara? Ég vil ekki raða þessu upp í 1 eða 2. Ég held að þetta hangir svo mikið saman. Ég held að með eflugri afreksmennsku og eins og íslenska ISI og fleiri vilja gera núna og við viljum vinna áfram með þetta, þá munum við efla lýðheilsu í landinu. Við munum efla og flest lönd eru með þetta þannig og okkar íslenska módel á að miða því að fá fleiri afreksmenn sem ná langt á alþjóðavísu. Á sama tíma er hugmyndafræðin að við eflum lýðheilsu, við höldum krökkunum lengur í íþróttunum, við undirbúum þau miklu betur fyrir lífið með því að við erum við 15 ára aldur með 75% af krökkunum sem stunda íþróttir. Og svo hætta kannski ykkur og fara í skátana eða fara eitthvað annað. Þannig við erum með mjög öflugt kerfi og við þurfum að halda því og varðvita það, halda utan að það, vera góð að styrkja það áfram. En svo ég held að varum að spyrja erfiðra spurninga áður en við slítum þessu, finnst þér íþróttafólkið á Íslandi fá nægilegt aðhald frá íþróttafréttamönnum? Stundum finnst mann eins og það sé alltaf svona meðvirkni í gangi og það skorti faglega fjarlægð til þess að fjalla til dæmis hluti sem áttu að ganga miklu betur og það var bara eitthvað klúður í skipulagningu sem leiddi til þess að þessi leikur tapaðist og svo framvegis. Við erum voðalítið að fjalla um það. Þarna ertu komin inn og bara er unni annan þátt sko. Já. Við þurftum að taka ef við hittast aftur og það er þetta bara mér finnst ég hlusta mjög mikið á skandinavist sjónvarp, bæði íþróttasjónvarpið og mér finnst oft íslenskir blaðamenn og fréttamenn ekki vera nógu gagnrýnir. Nei, það er við sammála og þeir mættu vera miklu faglegri í sinni nálgun og þannig að ég held að það hafa allir gott af því að fá aðeins þegar menn standast ekki vel, að fá aðeins á baukinn. Það er mjög vand með farið að gera það og minna, við þekkjum þetta mjög vel í háskólakerfinu þar sem við erum með nemendur og þeir falla og annað slíkt. Það er mjög vand með farið að gera þetta en ég held að með betri samtali og markvissar og faglegri samtali, akkur klikkar á þessu og svo framvegis. Ég held að þetta sé, við þurfum að fá meiri gagnrýna sína á þessa hluti. Meiri fagmennsku. Meiri fjarlægð. Akkurat, algjörlega saman. Það verður bara að hafa það þóttistir íþróttafréttamenn séu í nálægð við viðfangsefni sín og það kerfið má ekki ráða umfjöllun og svo framvegis. Þetta verður að vera
og aðeins meira professional level. Ég algjörlega sammála því og ég sé það þegar maður horfir á erlend sjónvarp að það miklu meiri fjarlæg frá íþróttamanninum. En við erum bara þannig að við erum fá og allir þekkja alla meira og minna, þannig að þetta kannski eitthvað sem menn þurfa bara að vinna með markvist með. En við erum líka með orðtækið vinur þess að ári til vam segir og engum greiði gerður með því að skrifa lofsamlega gjörsamlega og ósættanlega framistöðu. Hver ætti þá að vera hvatinn til þess að bæta sig? Hver ætti að vera lærdómur? Akkurat. Og svo framvegis. En við erum að gjalda fyrir þetta. Við erum með fáa þáttakandur á stórum mótum einstaklingsíþróttunum vegna þess að og núna á síðustu vetraróflingu var bara einn einstaklingur sem var þar í annarskipti, allir nýjir. Við höldum ekki krökkunum okkar inni eða einstaklingunum. Við þurfum að laga það. Við megum heldur ekki verið gagnrýnin en þurfum að hafa svona einhvern milliveg á því. En kannski hittustu bara aftur. Hver veit, Erlingur? Takk kærlega fyrir samtalið, mjög skemmtilegt. Takk að þér, sömuleiðis mjög skemmtilegt og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Forstöðumenn sem móðgast möguleg hagsmunatengsl, ESB og stjórnarskrárbreytingar, hrottalegt ofbeldi fyrir norðan, skotvopnaleyfi og Edison-málið svokallað. Þetta verður allt til umræðu næstu mínútur hjá okkur á samstöðinni. Réttur settur, eins og við köllum þennan þátt í gríni sem hverfist lagalega álitaefni tengd fréttum líðandi stundar. Gísli Tryggvason, lögmaður og einn góð kunningja samstöðurinnar á línunni og ætlar að ræða við mig þessi mál sem ég nefndi. Gísli, góð kunningi samstöðurinnar segi ég, oft var í fréttum áður að einhver var í góð kunningi lögreglunar. Manstu eftir því? Já, ætlum að sé það ekki líka, bæði út af ættingjum sem í lögreglunni og störfum mínu sem lögmaður, þá var maður ofta eigum við lögregluna. Já, þetta var tvennt af góðkunningi lögreglunar og tali var að aðkomumann væri að ræða. Þetta las maður oft í degi fyrir norðan. Já. Það skrifaði í dag, í gamla dag. Já. Við skulum byrja á því að ræða Evrópuumræðuna og ég ætla að nefna við þig að ég hef séð hjá fólki sem vil nýja stjórnarskrá að því hefði fundist betra ef við hefðum náð að breyta stjórnarskránni fyrir þennan kafla að fasa sem við erum í núna. Hver þín skoðun á því? Já, ég hef nú verið þeirra skoðunar í áratugi. Ég var í stjórnlagaráði og eitt af því sem við samþykktum þar 25.0 var ákvæði sem heimilar það framsal ríkisvalds sem felst í fullri aðild að ESB. Það var á sínu tíma umdeilt fyrir 30 árum þegar við urðum aukaaðilar að ESB sem kallað EES, hvort að stjórnarskráin heimilaði slíkt ríkisframsal og ég var á þeirri skoðun ungu laganemi að stjórnarskráin gerði það ekki. En niðurstaðan var nú samt að stjórnvöld og fræðimenn sem að stjórnvöld leituðu til höldu þetta vera innan marka. Á það hefur auðvitað reynt síðan með einstaka dómsmálum kannski það sem hafa haldið slíku fram, þannig að það er úr sögunni, en ég held að það sé óumdeilt meðal lögfræðinga að það framsal ríkisvald sem felst í fullri aðild sem við ætlum nú að spyrja þjóðina hvort að
hún vilji reyna, að það krefst stjórnarskrárbreytingar. Þannig að það er óvenjulegt svolítið í þessu máli að þjóðin verður sennilega spurð 4 sinnum hvort hún vilji ganga í ESB. Fyrst verður spurt hvort eigi að hefja aðildarviðræður að nýju, eins og ég hefði nú vilja orða spurninguna. Svo þegar samningur liggur fyrir, þá verður þjóðin spurð hvort að samningurinn sé nógu góður og hvort hún vilji samþykkja þetta. Síðan þarf einhvern tímann fyrr eða síðar að breyta stjórnarskránni og henni breytt þannig að fara fram tvennar kosningar og svo þarf að breyta stjórnarskránni eiginlega bæði fyrir og eftir kosningar. Það þarf að rjúfa þing þegar eftir stjórnarskrárbreytingu og við höfum yfirleitt gert þetta þannig að í lok kjörtímabils þá stjórnarskránni breytt svo sé ekki verið að rjúfa þing aukreitis. Já, þannig að þetta svolítið flókið en það þarf að breyta stjórnarskránni. Það svona niðurstaðan. Já, möguleg sviðsmynd að allt þetta ferli ætti sér stað en svo stoppar bara allt eftir allar þessar atkvæðagreiðslur. Stoppar á stjórnarskránni? Já. Já, ef að Alþingi breytir ekki stjórnarskránni og kjósendur staðfesta það svona óbeint allavega í alþingiskosningum þá náttúrulega reynir ekki á þetta. En ég held að enginn haldi því fram að við getum gengið í ESB án breytinga á stjórnarskránni. Og auðvitað hefði það verið betra að vera búin að því eins og fleiri. Þetta var náttúrulega heildstætt plagg sem við lögðum til fyrir 13 árum. Já, bara hörmulegt hvað þetta búið að sofa lengi en þegar þú heyrir Evrópu andstæðingana hafa hátt fullveldis afsalið og þeir séu að verja fullveldið með afstöðu sinni. Hvað hugsar þá og segir? Já, hugtakið afsal svolítið eins og bara misskilningur. Maður afsala sér til dæmis fasteign þegar maður búinn að selja hana og fá allt greitt. Þá hefur maður ekkert lengur með þá fasteign að gera. Það verið að leggja til að vissir þættir ríkisvalds verði framseldir í ríkari mæli en hefur verið gert, en það ekki verið að afsala sér fullveldi. Mér finnst alveg ótrúlegt að klárt og velmenntað og reynt fólk haldi því fram að Frakkland og Pólland og Svíþjóð og Spánn séu ekki með fullveldi. Ég meina Bretland beitti sínu fullveldisrétti til þess að fara út úr ESB og meiri segja ófullvalda þjóðir hafa gert það. Grænlendingar voru tíma held ég í ESB í gegnum Danmörku en fóru út, þannig að ekki eru þeir nú fullvalda. Þannig að þetta bara rangt að það sé verið að afsala sér fullveldi en það verið að framselja vissa þætti ríkisvaldsins sem fullvalda þjóð getur gert. Alveg svo fullvalda eða sjálfráða einstaklingur getur gert ýmsar ráðstafanir, hann getur ráðið sig í vinnu, hann getur gift sig, en hann ekki þar með orðinn ósjálfstæður. Hann ekki orðið þræll og hann gifti sig eða gangi í launavinnu. Góða punktur. Við vorum aðeins við Ólafur Harðarsson, prófessor emeritus, stjórnmálafræðingurinn geðþekki að ræða upprópuna pólitík og svona þessa yfirgengilegu frasa í þætti hér í gærkvöld. En víkjum þá hingað að öðrum málum innanlands. Eitt sem við höfum svo sem rætt áður, það eru reglur gæsluvarðhald, margir slegnir yfir hópnauðgun fyrir norðan og Akureyri síðustu helgi og þegar þetta tekið upp þá held ég að enginn sé komin í gæsluvarðhald og fólk svona bara út á götu að spyrja sig býtu hvað þarf af því að það verist liggja fyrir einhverju leyti hverjir eru þarna verki. Hvenær á maður hneykslast á því að fólk fær ekki gæsluvarðhald og hvenær ekki? Já, ég veit ekki hvort það liggur fyrir en það einhver orðrómur á netinu og jável einhverju fréttamiðlum að tiltekni menn, jável nafngreindir séu meintir gerendur en það sem þarf til að
menn séu settir í gæsluvarðhald er nú í fyrsta lagi krafa lögreglustjóra og hún hefur ekki komið fram og það minnir aðeins á umræðu sem við áttum fyrir í vetur í kynferðisbrotamáli þar sem að við undruðust eitthvað í þessa veru, ég man ekki hvort það var vændiskaup eða eitthvað slíkt en það náttúrulega frumskilið að lögreglustjóri geri þá kröfu og kannski ætti hann að í svona máli að láta á það reyna þó hann sé ekki sannfærður að honum takist það. Þess að dómstólar geti ekki sett menn í gæsluvarðhald nema lögreglan krefist þess. Já. Ég man eftir einu máli í vetur líka þar sem að maður var grunaður að hafa brotist inn í hús og nauðgað þar barni og hann gekk laus bara dögum saman en svo og tjáði sig og skrifaði færslur á Facebook og svona og öll fjölskyldan í einhverju rústabjörgun virtist vera en það er að segja aðstandendur mannsins en svo þegar allir voru búin að spyrja þeirra spurningar lengi á hverju er þessi maður ekki í gæsluvarðhaldi þá var hann svona heftur í gæsluvarðhald en bara mörgum dögum síðar. Já og það kann að vera að lögreglan hafi verið eitthvað seina átt að segja á málinu en kannski hafa bara betri sönnunargögn fengist sko. Já. En það veit maður aldrei svona utan við málið sko. Nei. Heyrðu og hefurðu lesið Edison málið, Gísli? Já, ég hef aðeins skoðað bæði fréttir og úrskurðinn sem var nýlega birtur á heimasíðu Landsréttar. Það er náttúrulega svakalega sorglegt eins og öll svona mál en mjög óvenjulegt líka að sakborningur þar virðist halda því fram að hafi verið að ræða einhvers konar sameiginlega áform sjálfsvíg en þó þannig að einhver átt að hjálpa öðrum sko og það er sérstakt í hegningalögunum í 213. grein sérstakt ákvæði að ef að maður drepur mann sem biður það eins og hefur gerst í sögunni þá varðar það mun lægra fangelsi, þá varðar það fangelsi allt að 3 árum. Já. Og þetta á þá við bæði svona líknardráp eins og kannski í eða þarna en líka bara ef að maður vill þetta en almennt náttúrulega eru svona alvarleg refsiverð brot þau upphefjast ekki þrátt fyrir samþykki sko. Það er þetta samþykja minniháttar brot gegn sér eða láta hjá líða að kæra það en ekki morð, ekki mannslát verður ekki refsilaust en það verður kannski dæmt eftir öðrum ákvæðum og vægari ef að það sannast að hafi verið að ræða ósk eins eða annars af þeim látnu. Þá náttúrulega fælist í málsvörn þess sem sviptir einhvern lífi með samþykki þess sem sviptur lífi þá fælst náttúrulega í því svo skylda að það liggi fyrir einhvers konar samningur þar undirritaður eða samkomulega eða gögnum það að svo hafi verið til að þú fáir þessa refsilækkun, ekki satt? Já, sennilega verður nú ekki gerð kraf skriflegan samning en einhvers konar sönnun þarf að vera og við vitum náttúrulega ekki hvað þessi sakborningur hefur máli sínu til stuðnings í því. Nei. Er þetta ekki mörguleiti einstætt mál, finnst þér, svona, á því sem þú hefur verið að skoða? Það held ég. Já. Það sem ég hef séð. Ég man ekki eftir svona í réttarsögunni, sko, okkar. Nei. Óþægileg lesning, væga sagt. Já. Heyrðu, svo svona fleiri mál sem væri gaman að fá sjónarhornið á samanber mál sem tengjast heilbrigðisráðherra, eiginmanni hennar, fyrrverandi forstjóra sjúkrahúss á Akureyri,
sem sagt sagamálsins svo að forstjórinn var ekki þannig að hann fekk ekki sjálfkrafa framlengingu á skipunartíma eða? Jú, ráðherra ákvað í þessu tilviki og kannski fleirum, allavega einu öðru tilviki að auglýsa stöðuna sem að virðist kannski vera einhver svona stefnumörkun af hálfu þessara ríkisstjórnar að gera. En meðan það ekki algjörlega algilt eða ég vil lögbundið að auglýsa skuli, þá það því miður svo eins og við ræddum fyrir vetur í máli Ársæls skólameistara. Þá náttúrulega eru sumir forstöðumenn ríkisstofnana sem taka þetta sem móðgun eða vantraust og hætta samstundis eins og lögreglustjórinn á Suðurnesjum gerði fyrir hálfu ári síðan eða meira, þegar hann fékk ekki sjálfkrafa framlengingu heldur átti að auglýsa, þá bara sagði hann upp samstundis og sama gerði forstjórinn á FSA. Já, og sko það svona hliðarvinkill á þessu máli að ákvörðun heilbrigðisráðherra líkt og ákvörðun Ingu Sæland á sínu tíma í Ársælsmálinu, það eru þarna persónulegar tengingar í tilviki heilbrigðisráðherra, þá það ein maðurinn sem hefur hagnast 20 milljóna á einhverjum, kallast þetta ekki ferliverk? Jú, það víst. Ég held að það nú verið Guðmundur Ingi sem að ákvaða framlengja ekki skipun Ársæls skólameistara en það tengdist samráðherranum og formanninum Ingu Sælanda því að hún hafði verið í útistöðum við skólameistaran í skómálinu. Það ekki rétt muna, en þarna ég veit það ekki, hugsanlegt vanhæfi ef að læknirinn sem giftur heilbrigðisráðherra, ef að hann hefur einhverja verulega hagsmuni af samskiptum og viðskiptum við FSA, þá getur verið að þetta valdi vanhæfis flækjum eða álitamálum hæfi ráðherrans. En þetta voru nú bara fréttir sem kom í gær háar fjárhæðir sem samlagsfélag þeirra hjóna hefði átt í við FSA. Já, þannig eins og þú segir, það gætu kviknað spurningar hæfi. Þetta mál gæti orðið að einhverju leyti óþægilegt fyrir Ölmu Möller eða hvað? Já, mér finnst þetta svona fyrstu fréttir ekki líta nógu vel út að það gerir svona seint að hún dragi sig út úr þessu og ég held að ráðuneytið og ráðherrann og stjórnarráðið jafnvel allt hefði átt að passa sig betur á slíku fyrr, af því að nú er að verða 1,5 ár síðan þessi ríkisstjórn var mynduð og þetta hefði nú átt að vera fyrirsjáanlegt, finnst mér. Nefnilega það. Sko, við ætlum að hafa þetta frekar stutt í dag, Gísli. Ég sé líka að sambandið á milli okkar er svona, hún er ekkert sérstök myndin að þér og hljóðið hann sleppur vonandi en það er betra að fá því hérna að rauðaborðinu í eigin persónu eins og oftast hjá okkur. En það eitt mál enn sem að mig langar að imbrá við þig, það var held ég sviptingu skotvopnaleyfis, veistu hvað ég er að tala um? Já, það vill svo til að ég hef rekið mjög svipað mál fyrir stjórnvöldum og það mál fór reyndar til umboðsmanns Alþingis en þar hafði lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu að okkar mati freklega brotið málsmeðferðarreglur og var reyndar gagnrýndur í dómsmálaráðuneytinu fyrir það en engu að síður staðfesti dómsmálaráðuneytið óvænt að maður skyldi sviptur skotvopnaleyfi vegna þess að hann hafði samþykkt sekt út af broti en það sem við gerðum einna alvarlegustu athugasemdina við í því máli og svipað og þetta mál sem kom í fréttum í gær að það ekki sjálfkrafa regla að maður sem brýtur á okkar mati kannski minniháttar reglur vörslu skotvopna
hann verði sviptur skotvopnaleyfi. Í okkar tilviki var það sitt hvoru lögreglustjórinn en í öðrum tilvikum sem eru komin fram þá er það sami lögreglustjórinn sem að sektar og sviptir. Já. En mér finnst þetta að líta mjög illa út hvað þetta harkaleg viðbrögð sko, að því að auðvitað verður að geyma skotvopna á góðum stað en ekki mál. En það má ekki ganga of hart fram til meðalhófs að svipta menn skotvopnaleyfi. Nei, og þeir ætla einmitt að hann heitir Axel og Schutt, sölumaðurinn í þessu máli sem umræðir og lögmaður hans heitir Ívar Pálsson og þeir ætla semst að kæra til dómsmálaráðuneytisins þar sem þeir telja ólögmæta sviptingu lögreglu á skotvopnaleyfi Axels og það segir í fréttu Vísis að það verið sem aukin harka hafi færst í aðgerði lögreglu gagnvart íslenskum veiðimönnum þegar þetta hafa varan á sér. Já, mér finnst þetta ótrúlega líkt okkar máli og ég vona þeim gangi betur en okkur tókst ekki að fá þessa sviptingu fellda úr gildi á málskotsstigi. ÁTVR fékk ekki mál upptekið í Hæstarétti daginn vegna þess að það greiddi sekt í kjölfar dómsniðurstöðu Landsréttar. Já, það dálítið sérstakt að lögmaður skuli gleyma þessu eða klikka á þessu ef hann hefur verið spurður álits að menn efna dóm, ég man ekki hvort það var sekt, var það ekki frekar málskostnaður sem að greiddur var. Ef menn efna dóm og greiða málskostnað, einmitt, akkurat. Án fyrirvara þá felst í því samkvæmt lögum og dómafordæmum afsal á réttinum eiginlega til þess að áfrýja. Já. Þannig að menn eiga ekki að efna dóm einhverjum hluta eða öllu leyti ef þeir ætla veffengjan fyrir aðra dómi. Það svona grundvallarregla. Einmitt. Herra Gísli, kærar þakkir fyrir þetta spjall okkar lagaleg álitaefni tengd fréttum líðandi stundar og næst þegar þú kemur til okkar þá verður við hér í eigin persónu við Rauðaborðið. En kærar þakkir fyrir í dag og góðar stundir. Takk fyrir mig, sömuleiðis. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Og þá þessi þáttur á enda, þá þetta ekki eftir eins og þeir sögðu stundum fyrir norðan að loknu leiðilegu dagsverki. Þetta var ekki leiðilegt dagsverk, það var gaman að vera með ykkur í kvöld. Eins og öll önnur kvöld hér á Samstöðinni við Rauðaborðið. Við verðum aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld og þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir samveruna. Við líka þakka tæknifólkinu okkar, öllum gestum, styrktaraðilum og þeim hluta ykkar sérstaklega sem að deilið efni Samstöðarinnar. Allt í lagi að minna á að við erum Rás 5 hjá þeim sem eru svo heppnir að vera með sjónvarp Símans. Við erum í útvarpi 89,1, við erum á öllum hlaðvarpsveitum, Spotify, við erum á Facebook í beinni og þið getið lækað Samstöðina og við erum líka vefsíða og það einmitt sem stundum birti fréttir, samstöðin.is og aðrar upplýsingar og það ekki síst þar sem að hægt að haka við hnapp eða skróli niður þar sem ástendur áskrift og með hóflegu mánaðarlegu framlagi 2.750 krónum getið haft mikið með það að segja að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir ykkur. Þið getið náttúrulega haka við hærri fjárhæð ef þið viljið og styrt okkur meira. En þetta orðið gott í kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson, verðið sæl. Segðu það
á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.